Já, velkomin í vinnuskúrinn á Laugardagsmóti á endanum á viku sem að einkenndist náttúrulega af innrás rússneska hersins inn í Úkraínu og við munum ræða það hérna seinna í þættinum þegar við tölum fréttir vikunar með Söndru B. Franks sem formaður Sjúkraliðafélags Íslands og Þorgerði Laufeyju Diðrisdóttur sem formaður félags grunnskólakennara og Steinunni Bergmann sem formaður félagsráðgjafa Félags Íslands. Þær munu koma hérna inn svona þegar klukkan 20 mínútur kortir í 11. En hingað komið Sonja Þorbjörnsdóttir, formaður BSRB og svona áður við förum að ræða fréttir vikunar ætlum við bara að ræða við Sonju verkalýðsbaráttuna og hérna BSRB. Bara ef að henni hérna, ef hún endist því að þú með COVID, Sonja, ekki? Jú, hún rataði hérna inn á heimilið að reynda þó nokkur dagar síðan að við krossum putta þetta sé síðasti dagurinn og ég bara mér endist þátturinn og hérna hóstinn láti ekki á sig kræla. Já, þetta fer svolítið svona í hérna efst, maður fer svona þurran leiðilegan hósta en já, mér var þetta ekki nema svona 1,5 dagur sem var þannig svo bara búff, hvar veit það svona eins og oft gerist með flensu sko. Já, mér finnst mitt fólk sem að lýsir þeim einkennum ótrúlegir montarassar sko, því það var ekki reynslan á þessu heimili. Nema reynda við vorum sko 4, þannig að hérna eldri dóttirinn og kærastinn að þau sluppu ágætlega, en ég og yngri stelpan ekki alveg jafn vel sko. Nei, það allar útgáfur, þetta svona persónulega reynsla, það hver með sína útgáfu af COVID. En þetta ekki svona eins og flensa, þetta svona, hérna, já, ég nú kannski bara hress, nei, heyrðu, ég bara veikur, nei, heyrðu, ég bara hress, nei, ég veikur, eitthvað svona sveifli gegnum þetta, eða hefur bara verið veik allan tíman? Nei, þetta mitt, þú veist, ég bara alltaf með vonina að þetta sé bara alveg að klárast og svo eitthvað bara viðfælst þetta og núna þetta bara orðið Groundhog Day eitthvað neginn. Já, heyrðu, en takk fyrir að koma hérna, við lítum á þetta sem bara heimsóna tíma á sjúkrabið. Til Sonju Þorbjörnsdóttur. Herðu, hvað hérna, nú hérna undirbúningur undir lausa kjarasamninga hjá ASÍ sem að losna held í nóvember eitthvað og menn að tala að svona vera að búa til kröfugerðina og það komi svona fram kannski svona í maí, hvað verður lagt áherslu á og þangað til eru menn að lesa stöðuna, rúm fyrir launahækkanir eða þetta samningar þar sem á að gera kröfur á ríkisvaldið einhverja breytingar í grunnkerfunum og svona hvernig þetta og svo náttúrulega eru gríðarlega átökun í ASÍ þannig að það eftir að koma í ljós hvað árið það hefur á kröfugerðina. Hvar eru þið stödd? Hvenær eru þið að fara að samningaborði? Hvenær eru þið tilbúið með kröfugerð? Hver staðan? Meiri hluti samninga aðildarfélagana við ríki og sveitarfélög og þannig að þeir eru að losna í mars 2023 en svo eru þetta eins og Postmenn og þeir sem eru að semja við Isavia og svona einstaka sem eru þá að losna líka á sama tíma í haust og í grunninn að þá auðvitað kannski það sem gerist núna svolítið fyrr heldur en áður að hérna, við höfum með ASÍ svolítið herjað á stjórnvöld að þau sýna á spilin fyrr heldur en hafa gert áður til þess að sjá raunverulega hvernig niðurstaðan verður á þeirra hálfu til þess að liðka fyrir gerð kjarasamninga og það var ákveðið að hérna, byrja svona fundaröð hjá þjóðhagsráði þar sem allir sitja aðalega vinnumarkaðarins og hérna, stjórnvöld og seðlabankastjóri og samband íslenskra sveitarfélaga og þar raunverulega verið að fara yfir kannski þessi helstu mál sem að brennur á eins og margir þekkja náttúrulega húsnæðismálin algjörlega efst á blaði, það svona maður margt annað missa sín ef maður hefur ekki þak yfir höfuðið en síðan það náttúrulega líka eins og afkomuöryggi og við viljum gjarnan taka upp samtalið hvernig við ætlum að skipta kökunni með betri hætti þar að segja honum til skattkerfisins og sömuleiðis tilfærslukerfisins. Við þetta vorum varða rannsóknarstofnun sem í eigu ASÍ og BSRB gaf út hérna könnun sem var að skoða raunverulega fjárhagsstöðu fólks eða þeirra upplifun af því og sömuleiðis heilbrigði og hún kemur mjög illa út fyrir tiltekna hópa sem fólk af erlendum uppruna og svo þetta ungt fólk og hérna sömuleiðis einstæðir foreldrar og ef maður skoðar svona heilt yfir hvaða þekkingu við höfum á Íslandi varðandi þessa hópa að þá kannski þekkjum við ágætlega svona ég ætla ekki að segja vel, en við þekkjum þó betur stöðu fólks á erlendum uppruna og ungs fólks og hefur umræðinu lengur en því miður hefur verið lítil sem engin umræða einstæða foreldra
Og þannig að núna svolítið svona áhersla okkar, launafólksmegin, auðvitað þessi að það þýðir ekki bara að tala að hérna jöfnuður sé að meðaltali góður, við getum ekki hort í meðaltal, við þurfum að fara að horfa til tiltekina hópa og svo þetta hitt sem að brennur á þetta hérna hækkandi vextir sem að hafa áhrif á lánin okkar og svona mismundi stöðu, við þekkjum það líka að umræðan hérna fyrir nokkrum mánuðum var einfaldlega þannig að vexti væri bara á heimsvísu að lækka og það svona eins og það viðvarandi ástand. Þannig að þá voru þetta margir að kannski að spenna bogan í húsnæðisköpum og lánum miklu hérna meira heldur en kannski hefðu annars gert og eru svona að verða illa fyrir barðina því núna þegar mánaðarlegu útgjöldin að hækka verulega. Þannig að það búið að setja á fót aftur eins og var gert í aðdraganda lífskjarasamningsins, þá hérna átakshópur húsnæðismál en núna held ég hann heitir bara starfshópur af því að það var eina með í línunum, þetta á ekki bara að vera átak, við ætlum að reyna að tryggja að það verði stöðuleiki til framtíðar og síðan auðvitað önnur mál sem að stjórnvöld hafa viljað koma á dagskrá inn í þetta hérna þjóðhagsráðs og síðasta fundi að þá var umræða auknar valdheimildir ríkissáttasemjara sem hefur líka verið svolítið í umræðinni og ég held að með segja öll heildarsamtök launafólks hafi hafnað alfarið og gerðu það líka á þessum fundi. Þannig ég átta mig ekki alveg að hvort að stjórnvöld vilja halda þeirri umræðu til streitu áfram. En svo þetta önnur líka atriði sem skipta máli til framtíðar eins og sí- og endurmenntun og svona hvernig fólki líður. Við höfum líka býsna sterkar vísbendingar það að það þurfa að grípa til aðgerða vegna andlega líðar þjóðarinnar. Hérna, þjóðhagsráð, þetta ekki samningaviðræður, þetta svona samráðsvettvangur þar sem að kannski til þess að stjórnvöld geti svona séð á spilin svona hvað það sem að hóparnir vilja og átt svona eitthvað svona mynd af húsnæðismálum og eitthvað kröfum í skattamálum og eitthvað fleiru en þau munu ekki stíga inn fyrir en svona í lok samninga til þess að koma inn og höggva á hnútin og það ræðst af því hversu hátt þau reiðast til höggs, hvað hérna gatið langt á milli. Þetta ekki rétt skilið eða raunhæft að reikna með því að út úr þjóðhagsráðsvinnu komi fram lausnir í húsnæðismálum, heilbrigðismálum, skattamálum og öllu og svo samt eftir að semja? Nei, ég hugsa ekki. En það sem kannski kostur í þetta skipti að það auðvitað búið að ræða það í mörg ár að kjarasamningu þurfi að taka við að kjarasamningi og hluta því að stjórnvöld sýni fyrir á spilin og ég held að þau heyri þá kröfu vel og þess vegna sé verið að byrja þennan undirbúning þarna og hugsunin sé þá einmitt eins og þú segir verið að greina stöðuna og leggja fram skýrslur og svona reyna að draga fram sameiginlega niðurstöðu til framtíðar. En svo þetta svona eins og hefðbundið að þá getur verið eitthvað sem skilur á milli og verður þá tekið til umræðu frekar hver áherslan verður í kjarasamningsviðræðum og hver forgangsröðunin En síðan fyrir utan þetta samtala því þarna kannski þetta eru heildarsamtökin sem og stundu segja að við séum að tala málefnin sem eru upp í skýjunum, þar segja við erum að tala allt líkjandi til þess að stuðla lífsgæðum fólks. Og það tvíþætt hvernig maður styður við það og það þetta í gegnum stuðningsstjórnvalda með þessum hætti en sömuleiðis hvað kjarasamningar skila og eins og þú nefndir í byrjun að þá aðildarfélag ASÍ svona að horfa til þess að þeirra kröfugerðir verið tilbúnar í maí og það svona hjá okkar félögum að þá fólk svona að byrja að skoða sín mál en ég á ekki vona á því að þau verði fyrri til en það lengra þangað til að kjarasamningsviðræður að byrja hjá flestum okkar félögum. En svo hins vegar að því að við erum BSRB með þing á 3 ára fresti sem svona æðsta ákvörðunarvald okkar og þar stefnan sett til 3 ára. Hún einmitt heldur utanum öll þessi mál, hvernig við ætlum að auka lífsgæðin okkar og gera samfélagið betra. Og við vorum með svona rafrænt þingi í október þar sem við kláruðum svona þessi formlegu mál eins og kosningu og skýrslu sem var lögð fyrir þingið en síðan málefnastarfið núna í lok mars þar sem við erum að fara að ræða aftur stefnuna og við erum mjög spennt að fá að hitta okkar fólk loksins og þetta svona gert í þjóðfundastíl, skipt upp í málefnahópa og þá á ég svona vona að það verði kannski fyrsti vísirinn að því ef að allmis eru einhverja nýjar hugmyndir eða
eða svona breytingar frá fyrri áherslum. Þetta eru þetta eins og margir þekkja að svona stefna eins og BSRB og ASI og fleiri. Þetta eru sígildar kröfur og hafa eiginlega fyllt okkur frá stofnun. BSRB átti með 80 ára afmæli daginn. Þannig að það var áhugavert að lesa að sko ástæðan fyrir stofnun BSRB eða það sem að knúði fram þörfina að mati þeirra sem stóðu þar að baki var dýrtíð og fólki þótti mikilvægt að það yrði unnið saman að betri lífsgæðum. Þannig ég sá fyrsti vísirinn komið þarna kannski í gegnum stefnuna á þingi BSRB en síðan þetta grasróta samtal. Þannig að aldarfélögin fara inn í sitt félag og þá það kannski meira og spurningarnar snúa mestmegnis að mögulegum breytingum á kjarasamningum. Þó að séu þetta stærri myndin sé líka tekin inn í allamis hvort þú búir í einn húsnæði eða leigir og svona hvernig staðin almennt. Þannig ég myndi segja kannski með haustinu væri þar meira. Ok, en förum aðeins inn í vinnuna í þjóðhagsráði, það þetta húsnæðismálin. Sko þau voru stórt mál í síðustu samningum. Ríkisstjórnin lofaði alls konar, hún sveik allt sem að snýra leigjendum til dæmis. Það sem ég horfi, af því að ég nú að starfa aðeins með samtökum leigjenda, þar var allt sveikið. Það var lofað leigu, bremsu og aukinni réttarstöðu, nýjum lögum til þess að vernda leigjendur, það var bara sveikið. Það var samt eitthvað sem var framkvæmt af einhverju löngum lista. Það sem að síðan hefur gerst að ástand á húsnæðismarkaði, svo ég vitni nú bara í fréttir vikunar, hefur aldrei verið verra. Síðan elstu menn muna og elstu menn í dag eru orðnir ansi gamlir við erum svo gömul, þannig að það bara aldrei verið verra. Af hverju ætti ég, svona sem venjulegur borgari í þessu samfélagi, að hafa einhverja trú á því að vinna þjóðhagsráðs og undir nefnda þess skili einhverjum árangri núna? Já, það góð spurning. Eins og ég nefndi áðan að þá hét hinn hópinu aðdraganda lífskjarasamningsins 2019 átakshópur af því að það átti svona að redda þessu með því að hlaupa hratt. Það sem var gert þá eins og þú segir, það var útbúin aðgerðalisti í mörgum liðum og ég get ekki endurtekið hann þótt að það ekki möguleiki á að muna það allt. En aðalatrið á þeim tíma og því miður virðist vera ennþá að þó nokkur leyti að það skortir yfirsýn yfir hvers konar húsnæði þarf að byggja og þá raunverulega líka fjöldan á því og þá auðvitað svolítið gefið að það ekki hægt að uppfylla þá þörf og svo bætist við flækjustíða sem gerist núna frá 2019 einfaldlega bara út frá fólksfjölgun. Að þörfin ennþá meiri heldur en var gert ráð fyrir á þeim tíma. Stóra atriðið að eftir hrunið 2008 eða kreppuna sem byrjaði þá var ekki byggt nægilega mikið og við erum ennþá bara alltaf að reyna að ná í skottið á okkur. Og stóra atriðið líka það að vera að byggja bara mjög rangar tegundar íbúðum. Það ekki vera að byggja þær tegundir sem helst þörf á. Og við sjáum líka mikla aukningu Afsakið Sonja, ekki bara vitlaust fólk að byggja að þeir sem að byggja eru fyrst og fremst kannski 4-5 stór verktakafyrirtæki sem að reyna að græða sem mest og einhvern tíma mátuðu það að væri snjallast að byggja stórar blokkaríbúðir fyrir velauðugt fólk svo einhvern veginn fóruð að reyna að búa til pínulitlar íbúðir fyrir fyrstu kaupenda sem fermetraverðið milljón komið upp í milljón samkvæmt fréttum vikunar lítil 40 fermetra íbúð á Hverfisgötu kostar 40 milljónir og það náttúrulega bara, það hélega hægt að bjóða ungu fólki að ganga inn í þá gildru að kaupa sér svo dýrt húsnæði þannig að við erum komin í einhverja bara fáránlega stöðu Þú talar svona sveiflurnar, vandinn í sveiflunum við það að þegar það samdráttur þá hættir einkaframtakið öllu framkvæmdum alltaf bara að bíða og sjá til það þeirra skylda að gæta að hagsmunum sinna hluthafa og þeim liggur ekki á þegar enga samfélagslega skyldur, þeir eru bara skyldur gagnvart hluthafum sínum sem oft bara eitt kall eins og í sumum að þessum stóru byggingafyrirtækjum þannig það eru kannski bara 4, 5, 6 manns sem eru að byggja megin þar á öllum húsnæðinum. Það sem hefur verið gert í gennum tíðina þegar kemur niðursveifla þá kemur þið opinbera og byggir en það bara ekki hér. Það bara búið að láta alla uppbyggingu á markaðnum yfir til einkaaðila og þess vegna koma þessar sveiflur vegna þess að einkaaðilan, ef við erum bara með einkaaðilana á markaðnum að þá munum við lifa þessar sveiflur en það bara engin vilji stjórnvalda til þess að bregðast það bara meiri hlutin í ríkisstjórninni sem að finnst að vera finnst það eins og skirpa á biblíuna að ætlast til þess að opinbera aðilar eigi að byggja.
Og ég meina, og það einmitt, þú veist, þarna náttúrulega kristallspólitíkin í þessu. Það hefur ríkt séreignarstefna hérna mjög lengi og það hefur svona ekki verið lagt í forgrunn að setja sig það markmið að tryggja þau einföldu mannréttindi að allir búi við öruggt húsnæði á viðráðanlegum verði. Og ef við berum okkur saman við bara flest önnur lönd í kringum okkur eins og Vesturlöndum, að þá þetta sjáum við að þar bæði framboð á húsnæði miklu betur stýrt af hinu opinbera sem á að hafa yfirsýnina og tryggja að það sé verið að byggja rétta tegund á húsnæði hverju sinni, en sömuleiðis líka allt öðruvísi staða varðandi leigumarkað. Af því hérna hefur alltaf áherslan verið á séreignina og maður velti fyrir sér einmitt eins og núna þar að verðið orðið svona rosalegt og við erum að tala skuldbindingar sem að maður áttar sig ekki á bara, þú veist, tölunum þarna á bakvið. Þetta endilega það sem að fólk vill? Við sjáum það reyndar á könnunum eins og sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur gert að meirihluti fólks vill búa í eigin húsnæði. En þá spyrjum við á móti, það út af stöðunni þegar meirihluti leiguíbúða ennþá í eigu einstaklinga sem eru mögulega að fara að selja hana eða eru svona að leigja hana út á býsna dýru verði. Þannig að það sem okkar krafa er að það verði sett stefna til framtíðar af hálfu stjórnvalda sem að verða að vera viðvarandi en ekki bara eitthvað svona áhlaup að við ætlum að tryggja öllum öruggt húsnæði og það þarf auðvitað fyrstulega að greina þörfina og síðan þarf að byggja nægilega mikið og það verður einhver annar að bera ábyrgð á því heldur markaðurinn. Og síðan þá hitt að við tryggjum að húsnæðiskostnaður fólk sé ekki og mikill, hann fari ekki yfir fjórðung af tekjum hverju sinni. Það svolítið langt frá því á leigumarkaði. Samtök leigjenda svona með reiknivél þar sem að fólk getur séð svona hver kostnaðurinn og svo erum við svona kasta á milli upplýsingum það hvað stór hlutar ráðstöfunartekjunum sem hann fer í leigu og það líka verið í þeim könnunum sem þú nefndir sem hefur bæði verið í hvert lágtekjufólki bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og á Austurlandi og Norðurlandi. Það hefur verið með á öryrkjum þar sem að kemur fram að húsnæðiskostnaður sem hlutfall af ráðstöfunartekjum víða bara 60-70%. Það sem að mörkin eru 25 eins og þú segir, það svona talið verið eðlilegt og 40% séu hættumörk. Ég myndi halda að meirinn helmingurinn af leigjandunum væri yfir þessu 40%. Já, og svo það líka sérstaklega þessir hópar eins og ég var að nefna hann, við sjáum það í könnunum Vörðu og líka í gegnum Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, að það eru þetta helst ungt fólk og fólk af erlendum uppruna og einstæðir foreldrar sem að berjast við hennar þetta gríðarlega háa hlutfall, allt frá 50% og upp úr. Að það fari í húsnæði hverju sinni og þá þetta blasir við og það mjög lítið eftir til þess að bara svona viðhalda grunnþörfum hverju sinni. Og þess vegna verður þetta svona stóra áherslumáli eins og ég var nefni í byrjun, þú veist það svona fæst annað sem getur komið í staðinn fyrir þetta að því ef við horfum líka almennt á eins og mælingar að þá yfirleitt, þú veist að meðaltali Hagstofan að meta þannig rúmlega 30% af ráðstöfunartekjum fólk sé að fara í húsnæði hverju mánuði en það þetta segir bara til meðaltalið og þess vegna þarf að horfa til þess ekki bara að við sem að tryggja framboðið heldur þá líka hvernig stuðningur stjórnvalda á móti eins og í gegnum húsnæðisbæturnar og við vitum þetta líka í söguna leigumarkaði að það ekkert margir leigusalar sem að vilja hafa þetta uppgefið og þar alveg fólk að missa af þessum stuðningi og síðan það hitt að vaxtabótakerfið nánast alveg horfið og það hefur gerst án allrar umræðu þar og það eru mjög margir einmitt innan okkar að við höfum tekið þessu umræðu býsna á dýptina undanförnu sem að benda það að eina ástæða fyrir að þau gátu ef þau komist inn á húsnæðismarkað og gátu verið þar áfram var út af vaxtabótakerfinu þannig að þau skilja ekki hvernig staðan núna hjá yngra fólkinu og við sjáum það þetta líka býsna skýrt í könnunum og rannsóknum. Já, þannig að ef að lífskjarasamningarnir snerust það að hækka í krónutölu mest þá sem voru með lægstu launin að þá þarf að gera eitthvað meira núna vegna þess að það sem að kemur í ljós að það dugar ekki til því að þegar skoðaðir ólík aðstaða fólks til dæmis þeir sem eru á leigumarkaði að það eiginlega sama hvað þú hækkar launinni á þeim að leigusalinn étur það allt saman upp allan ávinning. Það eru einstæðir foreldrar þar sem að við höfum ekki bótakerfið, endurgreiðslan út úr skattkerfinu, barnabætur og svona hafa veikst á þetta árum og þurfum að styrkja það. Unga fólkið sem með hæðstu svona framfærslubyrðina, skuldar kannski námslán og nýbúið að kaupa íbúður að borga mikla vexti.
að vaxtabótakerfið hefur farið, þannig að þetta sem áður var til, það sem að þú fékkst stuðning á þessum tíma, vaxtabætur til þess að kaupa þér húsnæði og barnabætur til þess að ala upp börnin, sem að þú síðan borgaði tilbaka seinna á ævinni með eignasköttu, með öðru slíku sem búið að afnema, að það er komið í ljós að þessi stuðningskerfi sem voru eyðilögð á síðustu árum, að þau skekkja svo myndina að það er umvel ekki hægt að ná fram árangri við samningsborðið launahækkanir sem að tryggja öllum góða afkomu. En þá er verkalýðshreyfingin komið svona djúpt inn í pólitíkina samfélagsuppbygginguna, að það er að skrúfa ofan af skattabreitingum nýfrjálshyggjuáruna, það þurfi að endurreisa vaxtabótakerfið og barnabótakerfið, það þurfi að endurskoða heilbrigðiskerfið varðandi svona gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu, þannig að lágtekju fólk sem veikist steypist ekki ofan í fátækt. Það verður að skoða gjaldtöku fyrir mat í grunnskólum og öðru slíku. Þannig að er ekki verkalýðshreyfingin eiginlega hrekjast út í það að þurfa eiginlega að taka upp, þú nefndir þarna 80 ára gamalt BCB, að þurfa að taka upp raunverulega kröfur verkalýðshreyfingana bara frá miðri síðustu öld uppbyggingu samfélags þar sem er hægt að lifa sómasamlegu lífi þó svo maður sé ekki með multimonni peningaglás á mánuði. Jú, ég meina í grunninn að þá er þetta forsenda þess hverja kröfurnar verða sinni kjarasamgerðinni, af því að meginmarkmið er auðvitað að tryggja að fólk ná endum saman og geti lifa mannsæmandi lífi, er hvað kemur þá út úr þessu varðandi stuðning stjórnvalda. Þannig að ef að það er ekki að skila sér með þeim hætti sem við viljum sjá, að þá auðvitað blasir við að kröfurnar verða þeim mun hærri. Við vitum auðvitað að það bítur í skottið á sér, en hins vegar ef það er ekkert annað hægt þá verður farin svo leið. En það var mjög áhugavert að þegar við fórum aðeins á dýptina í sögu BSRB að það eins og segir að svona megin baráttan fyrir auknum lífsgæðum að koma á öllum þessum kerfum sem eru þetta líka ef við horfum inn í sögur ASÍ og svona bara almenna heilla samtaka heilt yfir og kannski margir sem gleyma því að einu sinni þá var ekki til almannatryggingakerfi, það var ekki til atvinnuleysistryggingakerfi, átaki varðandi félagslega húsnæði, það er komið til að kröfu verkalýðshreyfinganna og svo framvegis. Og það er auðvitað mjög sorglegt að það þurfi einhvern veginn að fara í endurnýjun lífdaga við að hvað maður að segja, að svona byggja bratt upp raunverulega þessi kerfi aftur með þessum hætti. En það hefur alltaf verið verkefni okkar frá upphafi, er að taka 360 gráðu sýnina hvernig við tryggjum lífsgæði, þannig að við höldum því verkefni bara áfram og ég held að þetta séu, ég held að verða alltaf þörf á þessum samtökum og þessari, af því að það er ekkert sjálfgefið og það er alltaf hægt á bakslægi og skrifum aftur á bak eins og við sjáum núna á undanförnum árum. En er það ekki samt þannig, Sonja, að þó svo að þetta sé eilíf barátta og eitthvað svoleiðis að þá er svona verða svolítið svona breytinga ávöxlum Það sem var kannski krafa fyrir síðustu samninga átak í húsnæðismálum finnst mér vera orðið krafa í dag stór átak, við erum að tala breiðholtið plús sem að þarf að gerast til þess að laga þetta. Og svo heyri ég að því þú nefndir að líka þarna í upphafi, nefndir heilbrigðismálin á eftir húsnæðismálunum sem að ég man ekki svo mikið eftir kannski fyrir síðustu samninga og þar síðustu samninga hafi verið, en sérstaklega þegar maður að tala við verkalýðshreyfingur út á landi, að þá sér maður að það er eiginlega bara verða til svona hugmynd það að líklega þurfi verkalýðshreyfingin að gera kröfur svona réttlætisbreytingar í heilbrigðiskerfinu. Þannig að kannski er þetta bara vegna þess að þessi kerfi eru að grotna saman, þú talar eilífa baráttu með almannatryggingar og svona og að það þurfti að berjast fyrir þessu, en við sjáum það líka á svona síðustu áratugum að sumt af því sem var byggt upp á síðustu öld er að hrörna tilbaka. Þekkt er að verkalýðsbústaðarnir sem voru einmitt svar við því sem þú varst að nefna áðan, annars var kröfun séreignarstefnu og hins vegar félagslegt húsnæði, það hétu verkamannabústaðir, það var eyðilagt stuttu fyrir síðustu aldamót. En það er líka eins og gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta sem var til hérna áður og hefur bara verið að hrörna hægt og bítandi ég get sett það sem dæmi að ég man ekki hvað, það er ekki svo langt síðan að ég greindist með flogaveiki og fór og fekk lyf og fór í apótekið og þá var réttur svona pakki með einhverjum lyfjum með einhverjum póka og ég tók upp veskið og þá sagði ákveðskonan þú þarft ekki að borga,
Það segir, það er ekki að borga. Nei, við rukkum ekki fólk sem með svona króníska sjúkdóma og þarf að lifa alla ævi. Þetta bara, ég held að það sé fyrir 8 ára síðan, en þetta ekki svona í dag, sko. Þannig að þú veist, kerfin okkar eru líka ennþá að hörna, þú veist. Þannig að þetta svona líka varnabarátta sem í gangi varandi það vilji til þess að breyta þessu. Og þú nefnir líka kröfur stjórnvalda ríkissáttasemjara á sama tíma og þið komið kannski inn með stórar kröfur inn í þjóðhagsráðið, að þá eru önnur öfl þarna inni sem vilja raunverulega skerða völd verkalýðshreyfingarinnar. Þannig að þessi átök eru raunveruleg í samfélaginu. En við tökum aðeins heilbrigðisþjónustu, ég tek þennan þráð og þá sko, það er mín upplifun og ég ætla nú ekki, það eru fleiri sem eru betri í sögunni heldur en ég, en hluta baráttu BSRB hefur allavega nær aftur frá stofnun verið fyrir bættri heilbrigðisþjónustu og við tökum eins og greiðsluþátttökukerfi sem þú ert að vísa til, hvað þú þarft að greiða fyrir lyf og heilbrigðisþjónustu, að þá þetta í dag tvískipt. Þannig að þú raunverulega ferð upp einhver ákveðnu þakki sem greiðir sjálfur eða átt að sækja heilbrigðisþjónustu og ef að þú ert að koma aftur og ferði við þetta þak þá þarftu ekki að greiða lengur en það ekki tekið með inn í reikningin lyfjakostnaðurinn sem þetta ótrúlegt. Það var stórt skref á sínum tíma, ég tek undir það, áður og þá náttúrulega var þetta gjaldfrjálst og svo var farið að setja á greiðslur. En það var þá allavega stórt skref þegar það var allavega sett á greiðsluþátttökukerfi til þess að tryggja einmitt að fólk var ekki að bera með sér himinháa reikninga og greiða fyrir þjónustuna. En við vitum að gloppnir eru bara svo miklar og sérstaklega að fólk að stríða við alvarlega langvarandi sjúkdóma að þá þetta kostnaðurinn eins og varðandi lyfin, hann getur einfaldlega sett fjölskyldur á hausinn. Þannig þetta atriði sem að þarf að taka til umræðu. Og eins og þú segir í þessum sveiflum að eins og staðan núna að þá þetta bara mjög stíf varnarbarátta gegn því að það verði ekki farið að selja út einhverja tiltekna þjónustu eða bara verði einkavædd. Og við vitum og höfum heyrt það á nýjum heilbrigðisráðherra að hann vill skoða frekar fjölbreyttari rekstrarform og það sem við höfum ítrekað bent á og ekki bara svona núna undanfarin ár, heldur bara í gegnum áratugina því það verður þarna stór viðhorfsbreyting hjá mörgum þjóðum í kringum 1990 þar sem að svona mainstreamið var að big government væri bara opinbera væri bara bákn og það þyrfti að minnka þetta. Ég meina það hefur tekist ágætlega til í Bretlandi hvað það varðar að viðhalda þessari að það átti að vera svona þeirra arfleið eftir seinni heimsstyrjöldina að heilbrigðiskerfi væri allra og við sjáum þá okkar könnunum að þjóðin vill það og það ekki vilji fyrir frekari einkavæðingu eða að fáir sig að græða á þessari grundvallar þjónustu og við sjáum það líka á reynslunni eins og frá öðrum löndum að þjónustan verður einfaldlega verri og kjör starfsfólksins verða miklu verri þegar hún hefur verið sett upp út frá hagnaðarsjónarmiðum. Af því það líka áhugavert sem komið svolítið inn í þetta því þarna eru stóra kvennastéttir undir eins og í heilbrigðisþjónustunni að þá hafa sumir einhvern veginn vilja færa þau rök fram að þetta yrði eitthvað til þess að bæta kjör kvennastétta. Það engin dæmi að mér vitandi það bara á heimsvísu og auðvitað eru einhver þjónusta sem hefur verið einkavædd nú þegar heima og alveg sama hvaða stétt heyrir þar undir af kvennastéttunum, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar eða hvað sem það að kjörin þeirra eru bara sambærileg. Þannig að þetta klárlega ekki að fara að hafa áhrif og svo þetta stærsta hræðslan og aðalatrið hvernig verður þjónustan við fólk sem þarf á henni að halda og hefur einfaldlega ekkert val. Þetta ekki eins og að kaupa vöru út í búð þar sem að markaðurinn á að leysa þessi mál og samkeppnin ráði ríkjum og eitt af þeim dæmum sem að við fengum til okkar frábæran sænskan fyrirlesara sem hefur rannsakað sérstaklega hjúkrunarheimili og þá það auðvitað þannig að þegar þú fluttur inn á hjúkrunarheimili að þá ekki að taka ákvörðun að færa yfir annað að því mögulega getur þjónustan verið betri eða þú fengir eitthvað læra verðið eða eitthvað álíka. Þú ert bara komin þangað og vitum það á reynslunni heima að þarna yfirleitt bara svona mjög stutt í þína síðustu daga, sko. Þannig þetta ekki
venjuleg vara og ekki venjulegu markaður sem verið að markasvæða eins og öldrunarþjónusta og á við húsnæði, stóran hluta húsnæðismarkaðins líka. Þetta svona ákveðið vandamál í samfélaginu að vera að markasvæða hluti sem fer mjög illa á að markasvæða. Og það náttúrulega kannski grunnhugsunin, sko. Ætlum við að læra af þessari reynslu og segja einfaldlega bara að þessi pólitísku sjónarmið sem náðu svolítið yfirhöndinni frá 1990, að þau séu ekki að skila tilætluðum árangri og markaðurinn leysir svo sannarlega ekki öll mál. Það líka áhugavert, sko, hvernig mörkin færast alltaf í umræðunni. Af því að þetta hefur verið svo lengi að þá þykir og þau bara einhvern veginn sjálfsagðara að það bara að fara að einkavæða allt og fara að setja allt undir þennan hatt og við sáum til dæmis, ég held að bæði Kjarninn og Drífa forseti ASÍ hafi sagt þarna frá glærukynningu sem að fjárfestar voru að leggja fyrir lífeyrissjóðina, þar sem þeir sáu raunverulega möguleika á að sækja einhvers konar hagnað út frá einkavæðingu mögulega á heilbrigðisþjónustu en líka sko menntun sem hefur verið minna í umræðinni, að einkavæða frekar menntastofnanir. Og það annað sem við tókum fyrir í könnunni sem að ég nefndi áðan, þar sem að Rúnar Vilhjálmsson, prófessor, var að mæla vilja fólks til frekar einkavæðingar í heilbrigðisþjónustu og tókum við líka fyrir menntakerfið. Og þar sagan svo sama. Það ekki vilji þjóðarinnar til þess að einkavæða frekar. Þannig að það ótrúlega merkilegt að fólk sem að valið til þess að vera svona í fulltrúahlutverki fyrir fólkið í landinu, það eins og sé eitthvað rof þarna á milli, eins og sé ekki verið að hlusta á raunverulegan vilja sem þetta bara fjarstæðukennt með núverandi aðstæður. Og veikir samfélagið. Það betra að stjórnvöld starfi í lýðræði samfélagi í takt við vilja almennings heldur en vinni gegn honum. Það bara þannig. En ok, aðeins varðandi þjóðhagsráðið, það sem að svona verið að reyna að búa til samkomulag. Við það borð situr þú og forseti ASÍ og formaður BHM og ég veit ekki, kennarasambandið kannski líka. Já. Svo hinum einn eru fulltrúar, þeir eru fulltrúar kannski, öryrkjabandalagi með þarna? Nei. Er eftirlauna fólk sem eru 50.000 manns þarna með? Nei, það ekki. Öryrkjarnir þeir eru 80.000, það vantar þarna 70.000 af svona tildulega veikstæðu fólki, en þið sitið þarna og eru fulltrúar fyrir kannski 200.000 manns. Hinum yfir borðið situr SA og kannski, ég veit ekki, samtöku iðnaðarins, viðskiptar á þarna? Nei, það vel bara SA og með 2 fulltrúa held ég, eða þú veist, það alltaf 1 fulltrúa frá hverjum og síðan getur við tekið með 1 með þeir á fundin. Og þau eru fulltrúar kannski svona 50 manns, eitthvað svolítið, sem að stjórna þessu félögum því að samtök atvinnulífsins og undirdeildir þess eru ekki lýðræðisleg félög. Það eru þeir sem eru ríkastir að þeir hafa flest atkvæðin. Það getur sést til dæmis á kjöri í stjórn SFS sem eru félag fyrirtækja í sjávarútvegi, að þar eru þeir sem eru með mestan kvótan, meirihluti stjórnari þar á 65% af kvótanum, þannig að það félag þjónar bara hagsmunum sko kannski 5-6 fjölskyldna. Síðan erum við með Seðlabankann sem að í kjaraviðræðum hefur ávallt tekið afstöðu með samtökum atvinnulífsins að kjarabætur eða launahækkanir væru ekki góðar. Og svo þetta með ríkisstjórnina sem að ef maður skoða stefnu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að þá þær stefnur mjög keimlíkar stefnu samtaka atvinnulífsins eða samtaka iðnaðarins. Og þetta svona svolítið skringileg valdastaða að þú ert kannski með fulltrúa meirihluta þjóðarinnar sem eru í minnihluta í þjóðhagsráði og þið eigið að komast að samkomulagi en það samkomulag verður að vera þannig að fulltrúar 50 ríkustu fjölskyldnanna setti sig við það. Er þetta rétt lýsing? Markmið ráðsins að stuðla að efnahagslegum og félagslegum stöðugleika og ástæðan fyrir því að ASÍ og BSRB neituðu að taka sæti í ráðinu til lengri tíma var að því að fyrst þótti hlutverk þess eingöngu að vera að stuðla að efnahagslegum stöðugleika. Þannig að krafan var þessi að félagslegum stöðugleikin yrði að vera undir.
líka, en auðvitað þetta er ekki samningsborð, en þetta getur hins vegar verið til þess að koma öllum þessum aðilum saman og taka samtalið á dýptina einhverju leyti sem við förum síðan aftur með í okkar bakland. En sko þunginn, á því maður segir það er bara svona glugginn til þess að framfylgja okkar kröfum eru þetta í kringum kjarasamningana og þar eins og þú ert að lýsa að þar höfum við fjöldan á bak við okkur og samstöðuna sem skiptir öllu máli og þá breytast valdahlutföllin en þú veist það verður líka að segjast eins og að þegar það er ekki kjarasamningar í nánd eða þú veit það er ekki svona sami þrýstingur og þá er staðan svolítið öðruvísi og það er hluti af því sem þarf að sjálfsögða að breyta. Það er ekkit eðlilegt að það þurfi alltaf til einhver stóru átöku í kringum kjarasamninga til þess að ná fram það sem vel bara það verið að tryggja fólki svona lágmarkslífsgæði. Þú veist, það er vinnan. Já, það er kannski vegna þess að andstæðingur bara vill það ekki. Þess vegna verður svo hörð átök. Verkalýðshreyfingin er ekkert að biðja hörð átök. Það bara er andstæðan við það að fólk hafi sómasamlegt líf er svo sterk að verkalýður neyðist til þess að vera í átökum. Er það ekki þannig sem að sagan segir okkur að það sé? Það er ekki verkalýðshreyfingin sem er átakasækin. Það eru þeir sem er að neita fólki sómasamlegt líf sem eru tilbúnir að leggja út í mikla baráttu til þess að komast hjá því að skaffa fólki sæmilegt líf. Það er þetta líka býsna merkilegt að árið 2022 sé ennþá litið á það eins og það séu svona meiri verkefni eða líki meira hjá samtökum launafólks að vera í hagsmunabaráttunni fyrir til dæmis þakki yfir höfuð ef að fólk ná endum saman eða geti sé börnunum sínum farborða og framvegis. Það ætti þetta að vera að samaskapi krafa atvinnurekanda. En eins og við finnum í gegnum svona þessi samtöl að þá þeirra kröfur snúa meira af því að tryggja hag fyrirtækjana heldur en kannski fólksins sem að vinnur þar og ég hef svona kallað eftir því að ég vilji fá að heyra hvernig þau ætla að gera samfélagið betra. Ég heyri það að það þykir ekki svona mjög vinalegu tónn í því á minni hálfu en þá veltum maður fyrir sér ef að við bara út frá þekkingur sem við höfum í dag, bara hvaða skiptir miklu máli að fólki líði vel og það er bara að gefa forsenda við vitum að það hefur verulega neikvæð áhrif á andlega líðan ef að þú ert í fjárhagsörðleikum eða nærði ekki endum saman og svo náttúrulega fyrir utan allt hitt, bara andleg veikindi eru bara að aukast heilt yfir og það er svona eitt af þessu stóru sem er verið að benda á að þurfa að grípa til aðgerða varðar og þetta er ekki bara umræðum styttingu vinnuvikunnar eða eitthvað sveigjanleika álíka, það er bara þurfa að vera markviss vinna inn á vinnustöðum við að tryggja andlega heilsu, að þurfa allir að leggja sitt að mörkum hvað það varðar. Þannig að ef þú ert að gera svona með undirstöðurnar, þú veist, sem að snýra fjárhagnum, hvað ætlarðu þá að gera í framhaldinu? Og við sjáum það líka svona með við umræðina sem að hefur verið að því það atvinnurekendur byrjuðu býsna svona fóru bratt af stað á okkur fannst inn í kjarabarátuna og þeir voru að skrifa þarna í sameiningu eða skrifa svona eins og maður gæti ekki að skilja annan hátt en það væri samstilltar greinar þar sem allt gekk út á það væri bara ekkert svigrúm hjá fyrirtækjum til þess að hækka laun og staðan væri einfaldlega svo báborinn og svo þetta þessi stóra vísa að kaupmáttur hefði aldrei verið jafn mikill og þetta svolítið þetta meðaltali höfuða gott sem alltaf við að stríða. Og ég er ekki ennþá búin að heyra að þau taki undir þetta að þurfa að skoða sérstaklega tiltekna hópa. Hefur þá verið samstæðum að skoða húsnæðismálin sérstaklega en við vitum auðvitað að þar eru líka ákveðna hagsmuna að gæta af því að hverjir eru það sem að byggja upp húsnæðin. Sonja, það er forviðilegt svona þetta með þjóðarsráð sem að staldra svolítið við það því að það er svo sem svona vettvangurinn, það er svona uppsetningin sem er í gegnum allar fréttir og allar umræðu þætti og svona það sem er verið að stilla saman meginþorra þjóðarinnar annars vegar sem með jafngilda hagsmuni og hagsmunir einhverja örfárra ríksfólks og erfiðleikarnir með að ná samtali eins og þú ert að lýsa það vegna þess að kannski þetta brennur ekki á ríka fólkinu að vera að berjast fyrir því að ná endum saman og það er bara veruleiki sem er þeim bara mjög fjarlægur og þeir eiga bara mjög erfiðleikum með að setja sig inn í það og telja bara aðra hagsmuni vera miklu mikilvægari og það er vandamálið. En eins og þú bendir á að þegar að kemur að kjarasamningum þá sýnir verkalýðshreyfingin afl sitt
og þá kemur kannski í ljós hver raunveruleg valdahlutföll eru og það kannski í gegnum þau átök sem að verður einhverja breytingar. Heyrðu, en að því að þær eru að koma hérna á eftir formenn úr miklum kvennafélögum, að þá langaði mig aðeins að tala svona kvennabaráttuna innan stéttabaráttunnar eða stéttabaráttuna sem kvennabaráttu. Við tölum svona marga hópa, leigjendur, einstæða foreldra sem að þarf að leiðrétta sérstaklega og konur, þótt að það sé ekki minnihlutahópur, einn af þeim hópum sem þarf að leiðrétta sérstaklega. Það þarf að breyta einhverju í samfélaginu til þess að samfélagið sé betri umgjörð utan líf kvenna og þá það spurningin, hvernig fer þessi barátta fram, hvernig fer kvennabaráttan fram innan verkalýðshreyfingarinnar? Sko, af því þetta svona sögulegur, kerfisbundinn og menningarlegur vandi. Þú veist, við höfum ekki tíma í það núna en við getum rekið okkur aftur bara til þess tíma sem að konur fóru að vinna störf fyrir aðra og þá var bara almennt viðurkennt og það var viðurkennt eiginlega fram til 1967 samkvæmt kjarasamningum að konur ættu að fá lægri launataxta heldur en kallar. Þannig að þegar þú ert að vinda ofan af svona sögunni að það þarf að átta sig á því í hverju launamunu kynjanna felst og við erum komin á þann stað í þekkingunni að við vitum að hér á Íslandi og í ansi mörgum öðrum löndum að þá megin ástæðan, stærsta bilið sem býr til launamun kynjanna út af hversu kynskiptur vinnumarkaðurinn Það að segja að við vitum að konur, ég meina 2/3 hluta starfsfólks hjá hinu opinbera eru konur, þær eru miklu meiri hluta í heilbrigðisþjónustu, í menntakerfinu, í allri velferðarþjónustu og svo við horfum kannski yfir eins og fjármálageirann eða svona raunvísindi að þar eru karlar í miklu meiri hluta. Og svo þegar maður ber saman eftir þessum ólíku geirum að þá launastigið ótrúlega misjafnt og það svona má segja að blasir við að það sé ekki verið að taka tillit til raunverulega þeirra krafna sem að störfin gera á einstaklingana og stór hluta því þetta að því að konur eru í svona miklum nánum persónulegum samskiptum við fólk og eru raunverulega að gefa frá sér sumir kalla þetta ástarkraft og það hægt að tala tilfinningálag og þetta að tala að gefa af sér að það yfirleitt alltaf vanmetið og sömuleiðis bara allir svona eiginleikar sem hafa í gegnum tíðina talist vera svolítið kvenlægir, ekki svona karllægir þar sem að þú veist að geta einhvers konar öryggis og svona starfið með öðrum hætti. Þannig að það sem að við gerðum, að því að innan BSRB 2/3 félagsfólks eru konur og í kjölfar okkar kjarasamninga sem við kláruðum hann 2020 að þá var okkar krafa að það yrði farið í þá vinnu að skoða hvernig mætti leiðrétta þetta skakkamat á störfum kvenna. Af því að við höfum trú á því að sko hluti af lausninni að við þurfum að búa til betri þekkingu og þurfum að búa til betri aðferð til þess að meta verðmæti starfa til þess að þetta haldist til framtíðar, þannig að þetta verði sjálfbært en ekki bara verði svona áhlaup, inngöngu og það verður mögulegar launahækkanir kvennastétta því að hvað mun svo gerast í kjölfarið hjá öðrum stéttum verður, þú veist, mun ekki aðrir en að sækja sér líka bætur sem væri bara fullkomlega eðlilegt. Það eru mjög margir sem að telja að þeir búi við misrétti í launum eða séu svona störfið þeirra séu vanmetin eða þróun hafi ekki verið með sama hætti. Þannig að ríkisstjórnin lýsti því yfir að það hefði farið þá vinnu og fyrsta skrefið var að skipaður starfshópur sem að fjalla þetta og svolítið byrjunin var að kortleggja þetta, hvað var hægt að gera, afsaki. Og niðurstaðan í þeirri skýrslu eins asnalega hljómar en það þó svona til þess að éta fílinn í bitum og taka skrefin hægt og rólega áfram að koma að fóta aðgerðahópi með þessum sömu aðilum sem hefur það hlutverk að þróa svo kallaða samningaleið sem svona fyrirmynd á Nýja-Sjálandi en líka svona verkfæri eða kerfi til þess að meta virði starfa með öðrum hætti. Þú veist, þannig að stóra vinna núna að draga fram eða svona toga lengra þekkinguna
til þess að sé raunverulega hægt að fara í þessa vinnu þannig að við séum að byggja mjög góðar undirstöður og grunn sem má byggja á síðan í framhaldinu. Nú þarf þú aðeins að tala, Gunnar Smári, ég þarf að hósta. Já, það ágætt að þú bendir á þetta að þessi skrýtnu mónólókar sem ég detti í eru til þess að þetta hjálpi viðlugum. Ég að venda raddböndin hennar Sonju, en nú þarf ég þess ekki vegna þess að hér að koma inn í vinnuskúrin aðrir sem að munu halda orðinu til jafns við Sonju. Það Sandra B. Franks sem að formaður Sjúkraliðafélags Íslands, Þorgerður Laufey Diðriksdóttir sem formaður félags grunnskólakennara og Steinunn Bergmann sem formaður félagsráðgjafa Félags Íslands. Verið velkomnar allar. Við vorum að tala einmitt kvennabaráttu innan stéttabaráttunnar í verkalýðshreyfingunni og eins og ég skildi Sonju að þá svona kannski breyting. Fyrst þetta mann í huga að krafan sé að jöfn laun fyrir sömu vinnu en það dugar ekki vegna þess að stóru kvennastéttirnar liggja niðri. Nú krafan það að lyfta þeim upp þannig að það hækki laun. Til dæmis kennara, Þorgerður, að staðreyndin sú að sú stóra kvennastétt ekki hátt launuð, allavega ekki eins og mörgum kennurum og mörgum í samfélaginu finnst að ætti að vera í takt við ábyrgðina sem þeir bera. Nei, einmitt, við erum náttúrulega líka í þeirri sérstöku aðstöðu, þar að segja grunnskólakennarar, við erum ekki búin að klára kjarasamningsgerð sem að hófst með lausum samningum 2019 og var síðan undirritað hjá flestum í kringum tímabili 2020 til 2023 eða 2022 fór svona svolítið eftir því hvort að væri að ræða kjarasamninga á opinberum markaði eða almennu markaðnum. En grunnskólakennarar hafa og eru ennþá án kjarasamnings og eiga sem sagt eftir að ná þeim kjarabótum sem að fólst í lífskjarasamningnum. Það ekki bara þá launatalan sem snýst heldur líka svo stóra kjarabót sem var verið að vinna að með styttingu vinnuvikunar. Og þetta óútkljáð hjá okkur í grunnskólanum. Þannig við erum náttúrulega sittum ekki við sama borð þegar núna verið að tala hvað verið að undirbyggja í næstu kjarasamningagerð því að við erum auðvitað bara sitjum eftir. Þannig að það sérstakt í okkar samhengi. Og svo ofan á þetta því við erum að tala hér launakjör stóra kvennastétta og þá líka alveg hægt að horfa á það að launakjör okkar sem störfum núna hjá sveitafélögum ekki á pari við þá sem að sinna nákvæmlega sama starfi hjá ríkinu. Sveitafélögin láglaunastefna og þar sem að grunnskólinn fór til sveitafélaga fyrir 25 árum að þá höfum við dregist aftur úr launakjörum samanburðarhópa sem til dæmis að starfa hjá ríkinu eins og framhaldsskólakennarar. Já, það eins og sveitafélögin hafi lent í svona gildru ríkisins sem á þetta til að setja eitthvað verkefni út með allt og litlum peningum þannig að þeir sem asnast til þess að taka verkefni frá ríkinu neyðast til þess oft að stunda einhverja láglaunastefnu. Það ekki bara sveitafélögin sem hafa lent í þessu, þetta eru alls konar félög sem taka þessi verkefni fyrir ríkið. En þú talar að það ekki samið við kennara. Sonja var að segja það að nú væri í gangi á vegum stjórnvalda svona skoðun, starfshópar og verið að skoða Nýja-Sjáland og eitthvað fleira til þess að vinna í þessu. Á sama tíma þá semur ríkið ekki við sómasamlega, við grunnskólakennara, ekki við hjúkrunarfræðinga og þetta á bara við margar stóra kvennastéttir. Þannig að hvers konar ríkisvald þetta? Þetta svona virkar eins og svona hálf geðveikt segir eitt með megin en síðan bara framkvæma bara eitthvað allt annað megin, eiginlega að brjóta niður kvennastéttirnar megin á meðan verið að tala það sem svo rosalega mikilvægt að lyfta upp kvennastéttunum hinum megin. Hvernig þið að semja eiginlega? Þið að semja við svona hálf sturlað fyrirbrigði? Já, ég held að það sé nú kannski bara vel sagt að það mjög sérkennilegt að vera að semja fyrir grunnskólakennara einn kjarasamning við Samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg saman sem dæmi. Reykjavíkurborg gerir yfirleitt sína samninga sér nema eru í
samkrulli við Samband íslenskra sveitarfélaga kjarasamningum við grunnskólakennara og síðan þetta bara þessi sérstæða sem að grunnskólinn hefur. Þetta þetta ekki bara verkefni sem að sveitarfélagi hefur á höndum, heldur þetta skylduverkefni sem sett af ríkinu og grunnskólinn þetta þess eðlis að hann ætti þetta að vera á hendi ríkisins vegna þess að þarna verið að setja skyldur á framkvæmd og á verkefni sem að sveitarfélögin mörg hver bara ekki burðug til að standa undir og það hefur verið akkilesarhæll í kjaramálum grunnskólakennara frá því að grunnskólinn fór til sveitarfélaga. Það nú þessi staða að launa kostnaður við rekstur grunnskólan fyrst og fremst fólkið í launakostnaði. Þannig að þetta ég held að það þurfti að endurskoða þetta alveg sérstaklega og þetta hefur ekkert endilega með skólastefnu eða inntak skólans heldur bara hreinlega að þetta verkefni sem lögboðið og það ekki á nokkurn hátt hægt að draga úr því nema þá að spara í launakostnaði. Nei, þannig að þið þurfum kannski að íhuga það að fara í aðgerðir til þess að krefjast betri fjármögnunar á skólakjörinu. Já. Svipað og kennarar hafa verið að gera út allan heim. Kennaraverkundin í Bandaríkjunum einkenndust af þessu. Það var verið að krefjast þess að hið opinbera menntakerfi yrði bara almennilega fjármagna til þess að væri hægt að reka það, til þess að kennararnir verið ekki dæmdir til þess að sitja í svona vonlausi aðstöðu með svona væntingar að veita þjónustu sem þau bara gátu ekki veitt. Já, og svo kannski bara númer 1, 2 og 3 að mennta börn ekki að þjónusta. Þetta hlutverk sem hefur ekkert með þjónustu að gera. Þetta hlutverk sem lögboðið réttur nemenda og lögboðið réttur hvers einasta barn sem að á Íslandi, algjörlega óháð því hvort og hvernig að því skuli staðið. Þetta bara bæði réttur og skylda. Þannig að þetta ekki þjónustuhugtak sem slíkt. Þannig að já, ég held að það sé löngu komin tími á það að við þurfum að fara í þá vegferð að krefjast þess að mögulegt sé að standa undir þessari lögboðnu skyldu sveitarfélaga og þar auki fjármagn til þess, alveg hreint og klárt. Hörðu, Sandra, sjúkraliðar, myndirðu segja það að þeir varu á vitlausum stað svona í launatöflunni í samfélaginu að þeir ættu kannski að vera í samanburði við svona stéttir en eru hérna vegna þess að sjúkraliðar eru flestir konur? Já, stórt spurt ég var nú að segja það, en jú, ég á því að samkeppnishæfni þessara stétta, hún sé þannig að það eiginlega búið að verðleggja stéttina þannig að sennilega bara náum við ekki að viðhalda fjöldanum, bara fólk sér það bara fyrir sér ef það ekki hægt að koma til móts við launaóskir eða launakröfur sjúkraliða að þá lendum við bara í vanda. Við erum bara komin á það stað. Verðmætamat starfa sjúkraliða þannig verðsett að það bara eiginlega, má segja bara ekki boðlegt. Það ekki hægt að standa frammi fyrir því að vera búin að ná sér í þessa góðu hagnýtu þekkingu og svo það ráðið inn á vinnumarkaðinn, inn á spítalana þar sem að sinnir gríðarlega mikilvægri þjónustu sem bara lífsnauðsynleg til þess að fólk bara viðhaldi heilbrigði og nái bata og verðlagið sem að má segja ríkið eða velleggur þetta vinnuafl þannig að það ekki boðlegt. Það ekki hægt að horfa á þessa launasetningu með þeim augum að það sé hægt að bjóða fólki upp á þessi starfskjör. Það bara þannig. Og til þess að lyfta laununum upp að þá fólk að vinna allan sólarhringinn, alla daga ársins og það alltaf horft í ykkur meðalaun en fólk gleymir því að
þarna bara vinnuafl sem á vaktinni allan sólarhringinn, alla daga ársins og að gefa miklu meira af sínu einkalífi inn í vinnuumhverfi sitt heldur en flest allar aðrar svona má segja venjulegar starfsstéttir í landinu sem að vinna dagvinnu og svo þetta borið saman þetta ekki rétti mælikvarða sem verið að bera saman þegar verið að tala heildarlaun og þegar maður horfir bara í dagvinnulaun sjúkraliða þá eru það bara lítið hærra en lágmarkslaun í landinu þetta bara fáránlegt í raun og veru bara finnst mér og ég sé ekki að það sé mér finnst alveg vera borð fyrir báru til þess að bæta starfskjör sjúkraliða og þessara starfsstétta sem eru unnar í þessi vinna sem unnin í meirihluta af konum það hagur samfélagsins alls að þessar stéttir fái greitt viðeigandi laun bara eins og karlar fá og eða svona á pari við það sem að karlmenn eru að fá í laun fyrir sitt vinnuframlag. En ástæðan eins og Sonja benti á áðan náttúrulega líka svo að það sem að erfitt að meta virði starfa að það sem að sjúkraliðar og aðrir sem eru í þessum geira eins og til dæmis, já ég vil segja þetta meira þjónustustarf, ekki eins og já við höfum lítið á það, við erum að þjóna þeim sjúka, að það svona ósýnileg vinnuframlagið, það svo óáþreifanlegt og það byggir bara á því að sá sem að þú ert að sinna honum líði betur en þú ert ekki að framleiða neitt sem svona einhver afurð og það kannski finnst mér svona lykil máli í því af hverju verðmætamat starfa sem eru unnin af þessum meiði að það erfitt að setja mælistikun á það hvað í raun og veru erfitt að gera og þetta En heldur að ráði ekki miklu að þið séu megninu til konur að samningsaðilarnir hugsi bara sem svo að þeir eigi ekki meira skilið, þeir eru nú bara konur, þeir eigi ekki að vera með full laun og eða það þarf ekkert að þær eru svo samviskusamar að þær mæta bara í vinnuna og þetta nú bara í nausunum á þeim og við erum oft komist upp með að semja illa við þessa stétt. Það ekki bara hlutið þessu að það bara inngróin kvenfyrirlitning og sem að ræður því að kvennastéttirnar eru bara skildar eftir? Ég vil ekki alveg taka svo djúpt í árinu að það sé þannig, sko. Ég get ekki alveg fallist á þessa nálgun á málinu. Ég held miklu frekar að þetta sé svona eins og ég segi bara svona rótgróin svona menning, ekki af svona upplýstri ákvörðun, heldur hefur þetta svona hangið einhvern veginn inn í samfélaginu, þar sem að konur hafa svona kannski með þolinmæði sinni og þjónustulund svona tekist á við þessi störf og ég held að þetta sé ekki beinlínis kvenfyrirlitning okkar viðsemjenda. Ég held að þetta sé miklu frekar eitthvað svona bara vanþekking á því bara hvað í raun og veru og hversu mikilvæg þessi störf eru fyrir samfélagið í heild. Og það sýnir sig best bara þegar að ef að konur leggja niður störf og þá náttúrulega funkar ekki samfélagið, það bara vita. En það einhver mýta sem maður einhvern veginn næri ekki alveg utanum svona að útskýra af hverju staðan þessi. En ég vil ekki fallast á það að þetta sé einhvers konar fyrirfram ákveðin kvenfyrirlitning, alls ekki, því að ég veit að karlmenn eru það vel upplýstir að þeir geta ekki án okkar verið. Þeir eru, ég ætla aðeins að reyna meira, þeir eru svolítið blindir kallandir, eins og þú ert að lýsa, að þegar horfa þeir á húsið sem var byggt og sjá, þannig hafa orðið til raumuleg verðmæti, af því að þetta til okkar kallaheimi, en svo erum við með ummönnun aldraða og sjúka og við bara erum blindir á það, við sjáum engi verðmæti í þessu, því við höfum ekki sinnt þessu, höfum aldrei pælt í þessu og ég myndi nú kalla þetta hálfgerða svona kvenfyrirlitningu að vera með svo karllæga sýn á veröldina að geta bara ekki séð framlag kvenna. Ég er að espa þau upp. Þegar þú setur þetta upp svona, þá má kannski alveg fallast á það að það sé svona
örlítil, já, svona fyrirlitning gagnvart því að þetta sé vinnuframlagið, það sé svona ósýnilegt og þeir bara sjá þetta ekki. En þetta svona svolítið stór alhæfing, veist, en við erum að tala viðsemjendur sem að oftast nær eru líka konur, við erum ekki bara að semja við kalla, veist, við hinum með við samningsborðið eru líka konur og þannig að þetta ekki alfarið bara sko upp á hendi karlmanna að ráða því hvernig starfskjörin eru, en þetta einhvers konar ósýnileiki á svona vinnuframlagið. Ég held að það sé svona megin skýringin og við þurfum að draga það enn betur í ljós bara hversu mikilvægt okkar vinnuframlagi en það bara eins og með allt sem að snýra bæði sko svona forvörnum og þessari tegund þjónustu og hún ekki mæld í rauntíma, veist, árangurinn eftir framlagið, það kemur eftir að batinn orðin, eftir að viðkomandi búin að læra, veist, þegar svona þetta kemur allt saman eftir á og stjórnmálamenn ekki ginnkeyptir fyrir svona forvarnar stefnumótun, þeir ekki þar, því að þeir vilja yfirleitt svona kenja kassan á rauntíma og segja, sjáu hvað ég flottur og hér og eða flott hér í að gera, veist, ákveðna hluti og þá svona fá þeir hugsanlegt endurkjör eða geta náð lengra í pólitíkinni, en það engin spenntur fyrir því að vera með svona einhverja fyrirhyggju og forvarnir og svo ætla sér að vera kosin áfram á þeim forsendum. Það er bara þekkt í þessum fræðum. Sonja bendir nú á það, þetta var kannski ekki, við þyrftum ekki fleiri svona átök, heldur þyrftum við svona langtíma markmið hvernig samfélag við viljum byggja upp. Og við hljótum að vilja byggja upp það samfélag sem metur ekki bara bygginguna og það sem má banka í sem eitthvað verðmæti en horfið framjá því sem raunverulega það sem allir vita að gefur raunverulega lífinu tilgang. Herðu Steinunn, nú ætla ég að viðurkenna vanþekkingu mína, kjarabarátta Félagsráðgjafafélags Íslands, hvar eru þið stödd í heiminum? Ég ætla að spyrja þau kannast þetta, ég bara aðeins að fá að vita það fyrst svona, hvar eru þið stödd í heiminum í kjarabaráttu? Já, þegar þú spyrð, félagsráðgjafar starfa bæði hjá ríki, sveitarfélögum, félagasamtökum og á einkamarkaði, þær eru líka að reka stofur, þannig að þær félagsráðgjafar á víðum vettvangi og þannig að við erum að semja við sveitarfélögin, við semjum Reykjavíkurborg og ríkið og eins við almenna atvinnumarkaðinn. En við sáum það að Reykjavíkurborg steig í raun og veru mjög gott skref fyrir margt löngu þar sem að með tilkomu starfsmat sem að gerði það verkum að störf kvenna urðu í raun og veru metin betur en áður þegar var verið að fara að horfa ýmsa þætti sem að liggja í kvennastörfum til jafns á við það sem að karlar eru að starfa sýsla við. Og það gerði heilmiklar kjarabætur fyrir félagsráðgjafa og sveitarfélögin tóku þetta upp líka núna fyrir örfáum árum síðan. Ríkið aftur á móti hefur svitið svolítið meira eftir af því að við fáumst við það þegar við erum að semja við ríkið, við semjum við ríkið í miðlægum kjarasamningum og síðan eru stofnanasamningar þar sem samið við tilteknar stofnanir. Og það gengur misvel sú samningalota og hún í raun og veru viðvarandi milli kjarasamninga þannig að við erum í kjarasamningsviðræðum eiginlega bara árið kring, eins og maður segja. Já, og þið eru í BHM eða ekki? Jú, félagsráðgjafafélagið innan BHM og við erum partur af því og það sem að við sjáum í raun og veru ef við til dæmis erum að horfa á launakjör félagsráðgjafa og launaþróun félagsráðgjafa, þá eru félagsráðgjafar svona rétt ná að vera í meðallaunum innan BHM á meðan að þeir ættu raun og veru verið hærri vegna þess að baki við félagsráðgjafinn, þetta 5 ára háskólanám, en þegar við erum að horfa meðallaun innan BHM þá erum við að horfa á stéttir sem líka, það sem líka 3 ára grunnnám að baki, þannig að ef við leggjum alltaf mikla áherslu á það að það sé menntun sé metin til launa og sá tími sem fólk varir í að mennta sig að hann sýni sig í launum og þeir sem að stunda langt háskólanám þau koma seinna inn á vinnumarkaðinn og það hefur áhrif á lífeyrisréttindi og annað slíkt þannig að
það auðvitað mjög mikilvægt að huga því og það auðvitað eitt af stóru baráttumálum bandalagsháskólana, þannig að menntun sé metin til launa og við erum part af því. Já, talandi lífeyrisréttindi hafa hann líka komið fram bara fyrir stuttu síðan verið bent á það að þeir sem eru með lægri menntun og lægri laun, að þeir lifa skemmur. Þannig að það ættir kannski að koma inn í þá vídd í umræðinu lífeyrisréttindi. En má ég spyrja það einu, að því þú talar svolítið menntun og það hefur svona fyrir kannski 30-40 ára, nú ég bara einfalda, að þá var sagt við konur að já, þið ef þið ætla að fá sömu laun og kallar, þá verið þið bara að mennta ykkur og konurnar fóru og menntuðu sig. Og svo erum við núna stödd og þá horfum við á þessar stóru menntastéttir sem að, ég veit ekki með félagsráðgjafa, en sjúkraliðar og kennarar og hjúkrunarfræðingar og margir fleiri, þessu stóru menntastéttum kvenna inn í hinum stóru kerfunum okkar, eru mjög óanað með kjör sín. Er þetta á eftir að koma uppskeran í þessu, að geta konur náði fram að menntu verði metið til launa, svo vitni í það sem þú varst að segja áðan og við búið að vera slagorð BHM mjög lengi. Er það leiðin til þess að bæta stöðu kvenna launalega í samfélaginu? Eða hefur komið í ljós að einhver leyti voru konur sviknar varðandi þetta? Að þetta var ekki svona eins og var lofað, að þetta var ekki persónulegt vandamál mitt að ég þyrfti bara að mennta mig og þá fengi ég hærri laun, að þegar á reyndi að þá var ég og konurnar sem eru með mér í þessari stétt, að við svona, það er einhver lok sem að veldur því að við getum ekki sótt fram og vaxið. Já, þegar stórt er spurt. Það er bara, ég taka það fram, það er bara stórt spurt hérna við þetta borð. Já. Ef þið viljið small talka þá verðið bara að fara á kaffús. Já, einmitt. Það er auðvitað það er rétt sem segir að það sagt við konur menntu ykkur og það mun skil ykkur og það hefur sannarlega ekki sýnt sig vegna þess að það er eins og Sonja kom inn á áðan og það er þessi kynjaskipti vinnumarkaður og eins og við horfum til dæmis á að eins og ríkið hefur verið að horfa á jafnlaunavottun þannig að það sé verið að meta sömu laun fyrir sömu vinnu en það vantar í raun og veru að það sé stigið þetta skref að meta vinnu þennan kynjamun þannig að þau störf og vinnuframlag kvenna það sé metið til jafns á við karla því að eins og hefur komið fram hérna áðan að oft þeir störf sem konur eru í oft umönnastörf og skilja ekki eftir sig svona eins mikla afurð, sýnilega afurð eins og störf karla. Þannig að það þarf í raun og veru að endur skoða þennan vinnumarkað og rýna hann og jafna laun í raun og veru á milli atvinnurekanda en ekki bara þegar ríkisins er að horfa á jafnlaunavottun og jafn laun að þeir líti út fyrir að horfi á það að jafna laun á milli mismunandi geira, þannig að það sé mikils virði hvort þú sért að starfa í fjármálageiranum eða hvort þú sért að starfa í því að annast fólk. Og þetta en segðu mér Sandra, Steinunn, hvernig er verið að ávarpa? Nú er verið að segja, já, þetta er ójafnvægi og við verðum að leiðrétta það. En hver á að leiðrétta það? Ekki fara kallarnir í bönkunum einhvern veginn að lækka sín laun? Hvernig er verið að ávarpa? Hvar á þetta réttlæti að koma fram? Er þetta vitundavakning, þannig að samfélagið hægt og bítandi læri að meta störf kvenna betur og það muni seitla sig í gegn eða hvar á leiðréttingin að koma fram? Hvernig eru það ávarpa? Þetta er langhlaup. Þetta gerist ekki 1, 2 og 3, þetta gerist ekki einum kjarasamningi, en þetta gerist í raun og veru með samtalinu og þetta er í raun og veru jafnréttisbarátta. Þannig að stéttabarátta kvenna er ekki síður jafnréttisbarátta. Og eins og við vitum það að það er mikið álag á konum og umönnunarbyrðin er meiri á konum heldur en körlum sem að veldur þá aukna álagi líka í starfinu þannig að þegar þú kemur heima þá er þínu störf ekki lokið heldur þú þarft að
sinna heimilistörfum, skipulagningu heimilisins eins og konurnar eru þeir sem eru verkstjórar heimilisins eins og sagt hefur verið. Það þarf að taka þessa baráttu bara á öllum vettvangi. Það sama hvar við komum og við þurfum að taka þetta samtal í raun og veru allstaðar. Og við þurfum að huga þessu bara strax í raun og veru í leikskólanum og í grunnskólanum og taka þessa jafnréttis umræðu og vinna með það að efla stúlkur í því sem að við þurfum að efla þær eins og sumt þær gert í skólanum og við þurfum líka að kenna strákunum þessa mýkt. Við erum að sjá heilmikla breytingu og partur af þessu eins og til dæmis með fæðingarorlofið að það hefur orðið heilmikil breyting með þátttöku karla í því að taka sitt fæðingarorlof eftir breyting á löggjöfinni og það hefur líka áhrif á virði starfana að þegar að þú ræður inn unga konu að þá gerir ráð fyrir því að hún fari kannski fæðingarorlof og verði dýr starfskraftur og hún þurfa að fara og hverfa frá og það ekki rétt á eins góðum launum að það þurfa við alltaf að hlaupa frá vegna umönnunar barna og umönnunar jafnvel eldri foreldra og annað slíkt. En með jafnréttisbaráttunni þar sem að karlar eru í sömu sporum og eru einnig að sinna börnum og eru að huga því að samræma vinnu og fjölskyldulíf að smátt og smátt að þá held ég að við gerum þetta. En við þurfum að halda þessu lofti stöðugt og þetta gerist ekki sjálfkrafa. Þetta gerist ekki bara sér svona við eina kjarasamningsviðræður sem dæmi. Nei, það vil líka oft verða svona þegar það er svona slow train komin, hægt og þetta alltaf verið að koma réttanda við hornið sæluhús og svona, það getur líka leitt til þess að það verður svona bara fólk sljókast undir því að við séum á réttri leið en svo kannski bara leiðin bara á hæg, þetta bara gengur á hægt þegar vandamálið bara augljóst og við ættum bara að laga það. Heyrðu, Sonja, má ég koma til þín með þetta? Ég er svolítið að fresta því að fara að tala um kallastöf, dvelja aðeins í að tala um kvennamál, vegna þess að rétt handan við hornið sko innrás Pútín í Úkraínu sem er eiginlega frétt vikunar. Hvað segirðu eftir að hafa hlustað eitt hring hjá þeim hvernig kvennabaráttan inn í stéttabaráttunni? Já, kannski bara þannig að ég tali aðeins inn í það sem að þú ert líka fisk eftir. Ég langa aðeins að segja frá Nýja-Sjálandi að ástæðan fyrir að við vorum að horfa til fyrirmyndar þar varðandi þessa samningsleið að þau bjuggu hana til í kjölfar dómsmáls sem að varðaði misrétti í launum. Það að segja að það var kona sem heitir Kristín Bartlett sem að ég vona bara að sé búið að útnefna sem þjóðhetju í Nýja-Sjálandi að hún var að vinna á öldrunarheimili og taldi að sér væri mismunur í launum samanborið við rétt við fangavörð, þetta var kallastétt og hún vinnur þetta dómsmál og í kjölfarið fara að horfa til þess hvernig með leiðrétta alla hennar starfstétt og þá segja Nýja-Sjálandi hvað ætlum við að gera til þess að tryggja að það verði ekki bara röð af dómsmálum og við séum alltaf að leysa úr því hverju sinni. Og svolítið að segja, þetta er kerfisbundið misrétti sem að við, stjórnvöld, berum ábyrgð á og þá það okkar að taka ábyrgðina til okkar en ekki að ábyrgðin sé á einstaklingi að þurfa að fylgja eftir að búa við jöfnuðin eða jafnrétti í gegnum dómsmál og þessi kerfi. En að þau ákváðu að fara í vinnu við þetta í samtali við samtök launafólks og aðalega vinnumarkaðarins þar í landi sem auðvitað kannski aðeins frábrugðið heldur en hér. Auðvitað þáttaka í stéttarfélögum með því hæsta í heimi. En niðurstaðan var að þau bjuggu til svona sérstakan farveg sem þýðir að bara ef að kona eins og Kristín telur að sér mismunur í launum samanborið við einhverja kallastétt að þá getur hún lagt það í ferli og þá koma hlutaðeigandi aðilar að málinu. Hún getur gert það sem einstaklingur en það líka hægt að bjóða upp á það að raunverulega allir sem heyra undir þetta starfsheiti að þeir taki þátt í þessu ferli og svo þetta hvort sem inn í enda þá yfirleitt varpast þetta yfir á hópinn í heild sinni og þetta svipar svona mjög til kjarasamningsviðræðna en það sem kannski jákvætt við þetta eða svona öðruvísi að
þarna bara eitt markmið og markmiðið að jafna launin og tryggja að jafnrétti. Þannig að það ekki eins og í kjarasamningsbaráttunni þar sem að auðvitað viðsemjendur alltaf að passa upp á að opna veskið ekki of mikið, sko. Þú veist, það svolítið þeirra megin forsenda. Þú veist, þarna þarft að ganga inn í ferlið á þeim grunni að þú ætlir að vinna svona í góðri trú eins og þau kalla það, svona raunverulega heiðarleika við að jafna þessi laun. Og þau eru búin að fara í gegnum þetta ferli með nokkrar starfsstéttir í Nýja-Sjálandi og þetta að þeirra mati stærsta stökkið í áttina því að útrýma launamisréttinu. Og þetta líka svona stóra viðhorfsbreytingin, að þú ert ekki að setja ábyrgðina á herðar einstaklingana að einhvern veginn að leysa úr sínum málum, og við sjáum það líka bara hérna á Íslandi að það nánast enginn sem að fer með mál fyrir kærunefnd jafnréttismála eða dómstóla og þannig að þú veist, stjórnvöld þurfa að taka frumkvæði og það jákvæða við það að stjórnvöld eru þó allavega búin að lýsa yfir að þau vilji taka þetta frumkvæði. Og svo líka spurningin, þú veist, og þetta allt svona spurningar, núna er maður svona hugleiðingafasa, hvað skilvirkast? Þú veist, ekki betra að þetta sé svona einangur farvegi en ekki alltaf bara inn í kjarasamningsviðræðum, af því þá eru svolítið forsendurnar aðrar. Og það sem ég langaði líka að nefna að niðurstaðan í svona ferli í Nýja-Sjálandi, hún ekkit endilega bara að þessi breyting á launum hjá starfsstéttinni, heldur getur líka verið svona breytt tækifæri til starfsþróunar og möguleika. Af því það sem einkennir kvennastéttina líka svolítið svona, hvað maður segja, þetta svona lárétt þróun yfir starfsævina. Það eru mjög litlir möguleikar á að ná sér einhvers konar auka launahækkanir, nema þá helst að þú ert að bæta við einhvers konar þekkingu eða álíka. Og svo hitt dæmi sem vorum að horfa til, að það eiginlega bara Nýja-Sjálland og Kanada sem að tekið svona frumkvæði og sagt, ábyrgðin hérna hjá okkur og stjórnvöldum, að þau raunverulega voru með svona sett upp að þau komu á fót svona embætti umboðsmanns jafnréttismála varðandi þessar kröfu og þar sett uppi þannig að það verið að búa til þannig inn á vinnustaðnum verið að taka þetta samtal, það verið að setja upp eins konar nefnd sem á að fara í þessa greiningavinnu og meta þetta og svo að gera tillögu að því hvernig þetta verið leiðrétt ef að niðurstaðan að sé launamunur. En stóra atriði hérna á Íslandi að við höfum alltaf verið að tala svolítið jöfn laun, karla og kvenna, eins og það að vera að koma inn á, út af því að, á störfum eins og jafnverðmætt, en svona, hvað maður segja, mengið sem verið að horfa til svo þröngt hverju sinni. Þannig að þú veist, þá verið eins og jafnlaunavottuninni verið að horfa til þess að atvinnurekandi verið að tryggja innan vinnustaða, það segja sömu kennitölu og sveitarfélögin reyndar, þau bera saman öll sín störf innan sveitarfélaga. En einmitt þegar stóri þráðurinn eins og við sagt hérna áður að það bara verðlagt miklu betur að sýsla með peninga eða húsbyggingar eða það eitthvað svona sem kemur út úr seldinu þegar þú ert að vinna með fólki, að þá þarf eitthvað að leiðrétta þann kúrs. Það sem hefur skilað sér svona best út í heimi svolítið hvoru tveggja, að fara samningarleiðina en líka fara ofan í það hvernig þú breytir aðferðafræðinni við að meta störfin. Og þess vegna ég að tala að byggja grunninn og ég held að þessi stóra skrefið að segja að sveitarfélögin með starfsmat sem leið til að meta virði starfa, það þarf bara að byggja ofan á þann grunn og betur bætan og síðan þarf að útvíkka jafnlaunavottunina af því að hún tekur bara til einnar kennitölu eða stundum, þú veist, fólk sem að vinna undir sama þaki en ekki svona þvert á vinnustæði eins og þarf að gera. Hérna Þorgerður, þið grunnskólakennarar hafi verið í einhverjum svona tilraunum í starfsmati til þess að, það eitthvað í áttina því sem að Sonja var að lýsa? Það vantar hljóð? Mér langaði að koma inn í þetta einmitt á þessum forsendum, bæði eftir að þær fóru í gegnum þetta bæði Sandra og Sonja varðandi þetta með mat á störfum. Og starfsmatið nú búið að vera í gangi núna langt skeið, sérstaklega á sveitarfélögum og við grunnskólakennarar vildum gera tilraun til þess að skoða hvort að starfsmatið sem einmitt kerfi eins og Sonja að benda á til þess að meta störf, ólík störf til jafnra launa
Og þá kom náttúrulega í ljós að öll kerfi eru ekki gallalaus, sko. Kerfi eru búin til og síðan uppgötvast gallar þegar kannski nýir hópar koma inn í þetta. Og við pröfuðum að velta vöngum yfir því hvernig til dæmis grunnskólakennarar kæmu út í starfsmati og þá var mjög áhugavert að sjá gallana á kerfinu. Í fyrsta lagi var auðvitað þarna bara hópur sem að sest yfir ákveðnar starfslýsingar sem búnar eru til og allt gott og gilt það. En svona til þess að segja þetta í einni setningu að þá kom út úr því að til dæmis grunnskólakennari sem starfar og verkstýrir svona 30 nemendum kannski á dag og allt upp í 300 nemendum á viku, að hann fékk læra í því sem kallast verkstjórn heldur en flokkstjóri í unglingavinnunni eða starfsmaður í skólagörðum. Og þar kemur þetta innbyggða svona ákveðin bara forsendubrestur fyrir því að þegar verið að meta störf eins og til dæmis inn í starfsmatið að þá ekki verið að forsendurnar fyrir matinu liggja kannski ekkit endilega í starfinu sem slíku. Og þetta var mjög áhugavert að átta sig á því að kennari sem kannski fær sumar og yrði flokkstjóri í unglingavinnunni eða væri reyndar kannski bara 18 ára og væri flokkstjóri í unglingavinnunni fékk hærra metið í verkstjórn heldur en kennari sem að verkstýra börnum og oft á tíðum líka þá samstarfsfólki eða öðrum þeim aðilum sem koma inn í kennslustund. En þetta bara ákvörðun sem tekin þetta í þessu pröfu starfsmati sem síðan þá þetta kom í ljós að kennsla fellur ekki þarna undir og þess vegna það ekki okkur til hagsælda að fara að taka upp starfsmat eins og félags ráðgjafar gerðu. En þetta sýnir okkur bara það að það verður ekki hægt að búa til einhvern kerfi sem verður gallalaust og þess vegna finnst mér mjög áhugavert þegar við erum að ræða til dæmis launamun á milli kvennastétta og karlastétta, þá höfum við verið að kalla eftir þessu sem þú sannarlega bendir á að Gunnar Smári, að konum var sagt að þær þurftu að mennta sig og þá fengju þær hærri laun og síðan gerðu þær það og eru enn að gera það í stórum stíl, en þá á að búa til einhver kerfi sem að virka til þess að meta jafnlaunastefnu út frá einhverjum kerfislegum þáttum. Enn og aftur tökum við bara þátt í að búa til kerfi og ég held að þetta verði ansi löng leið til þess að fá réttlát laun fyrir þessi mikilvægu störf sem við erum að sinna ef við ætlum bara að bíða eftir því að kerfin verði búin til og svo komum við auga á gallana síðar. En starfsmaður ekki fyrir Þú óttast að sé verið að gabba ykkur svona að áður var svona struktúr sem var með menntun og launastígi og svo komu konunar og urðu svo meira þannig að það svona sökk niður að þá leggjum við hann til hliðar þann en að það kom eitthvað nýtt í staðinn og það gæti verið kannski sama blekkingin á bakvið það líka. Já, ég bara að segja að mér finnst þetta eiga uppruna sinn í því þegar einmitt tekin var ákvörðun það að það ætti að borga sömu laun fyrir sama starf og kvennataxtar voru felldir út og í þeim starfsgreinum sem að kvennataxtarnir voru til staðar og voru felldir út og konur fóru þá á kallataxta, þar eru þessi störf ennþá hærra rönguð heldur þau störf sem aldrei voru með kalla og kvennataxta, heldur voru raunverulega kannski að meginþorra konur sem unnu þessi störf. Og við erum ennþá bara með þennan launamun á milli, 20% launamun á milli sem að var launamunurinn sem að var á milli kvenna og kallataxta áður. Þannig það þarf bara ákvörðun, pólitíska ákvörðun að lagfæra launakjör kvennastétta í aðgerð en ekki bara búa til kerfi sem að byggir á því að setja allt í einhvers konar mat og finna út hvað kemur út úr því. Því það mulningsvél sem að
hefur sýnt sig að virkar ekkit endilega frekar heldur en starfsmatið sem átti einmitt að hafa það að leiðarljósi að jafnlaunaraða störfum út frá virði þeirra en ekki eftir því hver vann starfið. Má ég skjóta inn einnig svona lítilli frétt úr vikunni. Það var farandi kalla, Jón Gunnarsson kannski mesti kallinn í ríkisstjórninni. Hann dómsmálaráðherra. Hann kom fram og sagði, tók undir umkvartanir lögreglumanna að það hefur verið þrengt að þeim, hefur verið fækkað mikið, meðal annars út af kostnaði við upptöku á vegna styttinga vinnuvikunar sem kostnaðarsöm fyrir stofnanir, sérstaklega þess að mikil vaktavinna. Og hann sagði, það þarf kannski bara að tvöfalda fjölda lögreglumanna. Þetta svona snögg aðgerð. Lögreglumenn eru líklega, þótt að séu margar konur í löggunni, að þá þetta svona kallast rétt. Sandra, getur þú séð ráðherra fyrir þér að segja, já, við verum bara að horfast í augu við vanda, kjaravanda hjá sjúkraliðum og kannski bara komið tími til þess að bara tvöfalda fjölda sjúkraliða og bara ganga í þetta starf. Er þetta dæmi svona ólíkan tón varðandi karla og kvennastéttir? Ég sé ekki fyrir mér að heilbrigðisráðherra myndi koma þessu í svona setningar sko, að það þyrfti að fjölga bara helming og það bara gert sér svona, ég sé það ekki fyrir. En þó er vandinn slíkur að það þarf að fjölga sjúkraliðum og við vitum af því. Það bara þannig sko. Þannig ég held að, þetta svona, ég myndi segja það, þetta svona dæmigerð nálgun á svona virði starfa. Þarna svona eins og segir, svona söguleg sýn á því að lögreglumenn voru svona upp til hópa karlmenn og það svona önnur nálgun á þessari útfærslu. Ég ekki viss að þetta myndi heyrast varðandi sjúkralega stéttina. Já, og þetta líka svona inn í svona lög og réttur sem svona pólitík sem svo veist, á að vera eitthvað sýnilegt á meðan að það bara erfitt að vera með við erum auka kærleikin í samfélaginu. Það við erum bara ekki komin nógu langt í pólitíkinni til þess að geta raunverulega verið að fjalla það. Auðvitað ætti það að vera þannig að í stjórnmálunum væri hver flokkurinn að yfirtrompa hvern annan hver það var mikinn kærleika í samfélaginu. Herðu, við getum ekki fresta þessu lengur. Það heimsögulegi viðburðir sem að segja, staðstu tíðindi frá loku seinni heimsstyrjaldarinnar að utanríkisráðherrann okkar, innrás rússneska hersins í Úkraínu. Við erum svolítið svona á kvennaslóðum. Er þetta merki það að karlar hafa of mikil ítök í heiminum, að þarna sé komið stríð? Er þetta derringurinn í karlinum Pútín og karlæg afstaða NATO og allra þarna? Eða það ósakett að vera að stilla þannig upp? Já, ef ég má kannski, að því að þú opið fyrir mikrofónu hjá mér, þá fannst mér svona eins og þetta birtist núna á Íslandi, þá fannst mér allavega eitt afskaplega merkilegt. Þegar við tókumst á við faraldurinn sem að núna einhverjum rénum og þá stilltum við okkar sterkustu konum upp. Þarna voru heilbrigðisráðherra, menntamálaráðherra og forsætisráðherra í fréttum alla daga og þær tókust á við þennan faraldur með sóma og unnu allt sem mögulegt var til þess að halda hér íslensku samfélagi gangandi. Síðan kom ný ríkisstjórn og þá var þessum konum skipt út fyrir kalla og konurnar fóru þá í hlutverk eins og utanríkisráðherra og ýmis önnur þau verkefni. Þannig að þær eru aftur komnar í fréttirnar, íslenskar konur, ráðherrar. Mér finnst þetta pínu áhugavert að sjá það hvað íslenskar stjórnmálakonur eru með puttunum púlsinum þar sem að verkefnin eru hvað erfiðust hverju sinni. Allavega svona birtist fyrir mér en auðvitað þetta kallar í stóra menginu en íslenskar konur standa í stafni allavega í þessum stóru baráttumálum sem að við erum að fást við, hvort sem það veiran eða heimsögulegir atburðir núna. Bara svona áhugavert. En utanríkisráðherra Íslands hefur ekki mikil áhrif eða völd inn í þessu, hún situr úr fundi og ég býst við að þú veist að segja þetta, þá býst ég að Guðlaugur Þór sem nú svona mikill haukur
og mikill NATO maður, hann hlýtur að naga handabakið að mista þessu að fá að vera utanríkisráðherra þegar það er bara komið stríð og kalda stríð er komið aftur. En hvað segir þið hinnar? Er hægt að tala um svona mál út frá kynjum? Já. Má ég? Já, gjör svo. Ég held sko ef þarna hefði verið konur við völd í Rússlandi eða í Úkraínu, þá hefði aldrei komið til stríðs. Ég held að konur hefði leyst þetta með öðrum hætti heldur en með svona styrjöldum, eða svona þessum styrjaldagýr, sko. Ég hef bara þá trú og þá sýn á því að það innsæði sem konur hafa umfram kalla, að málin leysast farsalegra þegar að konur eru, hafa völdin. Ég bara er á þeirri línu. Fyrir mér er þetta náttúrulega svona, þegar maður horfir á þessa atburði sem er að gera, þetta er svo ótrúlegt, þetta er eitthvað svona sem maður upplifir að hefði aldrei átt að gerast í okkar rauntíma. Þetta er svo stutt hjá okkur, það er ekkert svo langt síðan ég fór til Kýv og var þar að svona skoða mig og bara falli borg og svo er þetta náttúrulega bara sprengjur og rústir. Þetta er eitthvað svo skrítið og þetta er bara óhugnaður, algjör. Og ég held einhvern veginn að ef að konur hefði verið í sæti sem að Pútín og forseti Úkraínu, þá væri þetta ekki á þessum stað. Ég er alveg sannfærð. Margaret Thatcher fór nú sildi yfir halvan hnöttinn til þess að sækja sitt stríð á Falklandseyjum og Golda Meir var herská í Ísrael. Jú. Það er til dæmi konur. Það eru til dæmi en ég held samt svona í þessu samhengi, í þessum rauntíma okkar og þá hefði þetta ekki gerst. En má ég spyrja, var þetta eitthvað svona umfjöllun þetta? Nú er svo stillt svolítið upp svona sem er Rússland og Pútín og er NATO og eitthvað fleira. Svona umgjörðin þetta, þannig er náttúrulega hellinga fólki, Úkraína er bara risastór þjóð, bara ég held að sé bara nálgast að vera stór og Ítalir og frakkar. 40 milljónir. Já, eitthvað þú veist, svona mitt á milli Spánar og Ítalíu. Umfjöllunin þetta, væri það eðlilegra að við verum að fjalla meira almenna borgara þarna, hverjar væru væntingar þeirra til lífsins, hvort að þeir upplifi það, hvort að þeir geti móta lífsitt eins og þau vilja, eða eru við svolítið gjörn á að fara í svona einhverja stórveldispólitík og fylgjast með þeim svona vera að íta okkur á því með hverju mertu og svona. Mér finnst það svolítið skrítið að fylgjast með svona Facebook, að vera að sjá svona bara ágætis fólk að leggja til bara harðar viðskiptaþvinganir á rússneska alþýðu og rússar væru óvinir okkar og Bandaríkjamenn eru vinaþjóð og ég veit ekki betur en að rússar séu bara ágætis vinaþjóð mín, ég er svo bara Úkraínumenn og allir. Hvað er svona stemmingin í kringum þetta? Mér finnst hún svolítið svona... Já, ég er bara, þessi umræð ekki, þannig bara tilkomin að fólk bara veit ekki betur. Er þetta ekki oft bara þannig að fólk slæri ykkur svona fram og setur fram svona ákveðin sjónarmið á grundvelli þeirra þekkingar sem það hefur og svo bara eru við náttúrulega, eins og segir, fréttamiðlunin er þess eðlis að hún er svona svolítið einsleit og við höfum náttúrulega ekki alveg tækifæri til að segja frá því hvað rússar og upplifir rússa á þetta stríð. Borgarar í Rússlandi eru eins og því sem að við höfum fengið fréttaflutning af að þá er þeim náttúrulega ekki, hvað segir maður, svona, þeir hafa ekki tækifæri til þess að tjá sig svona opinberlega, eins og Úkraínumenn er sagt. Þannig að þetta er svona, ég veit ekki, ég held bara að oft á tíðum þegar umræðan fer á þetta stig þá hún er bara sett fram af svona vanþekkingu, og svolítið einsleitni, en við náttúrulega sækjum fréttirnar á þeim stöðum þar sem við náum þeim. En við erum náttúrulega ekki í Rússlandi og getum þar leiðandi kannski ekki tala máli þeirra og við líklega bara sendum landi ef við færum með fréttir þaðan. Ég veit það ekki. Ég er svona... Já, og margir þeir sem hafa andmælt Pútín og þannig að sem á að hlusta hafa bara verið drefnir, það er bara þannig. Steinun, hvað er Íslendingar að gera fram með fyrir þessu? Já, við þetta stýrum þessu ekki, en já, ég held að ég get alveg tekið undir það að
það að vera með sko einhverjar hendaraðgerðir eða þvinganir og annað slíkt, það auðvitað bitnar bara fyrst og fremst á almennu borgarum og maður sér að fréttum að allavega eins og það sem maður sér í fréttum að Rússar skiptist til helminga það hverjir þeir sem eru að mótfallnir þessum aðgerðum Pútins og þeir sem að styðja þetta og sömuleiðis upplifum að það hvernig íbúar í Úkraínu bara gerðu ekki ráð fyrir þetta yrði. Það hafði einhvern veginn trúði enginn að þetta myndi gerast. En ég held að það sem að snýra í Íslandi að við ættum fyrst og fremst að vera til staðar fyrir þessar þjóðir og leggja þá hjálparhönd sem við getum og ef að til þess kemur að fólk upplifir sem þurfa að yfirgefa landið þá þurfum við að taka móti fólki sem ef svo ber undir þá við þurfum að leggja okkar lið í því að tryggja mannréttindi og koma inn þá með mannréttinda aðstoð. Mér finnst við eigum fyrst og fremst að horfa á það hvernig getum við aðstoða almenna borgara sem í þessari stöðu. Við hefum kannski lítið vald eða lítið til málan að leggja í því að við stýrum þessu ekki en auðvitað finnst mér íslenski ráðamenn þurfa að taka þátt í samtalinu og það þarf auðvitað að leita allra leiða til að halda samtalinu áfram og sjá hvort það sé hægt að stoppa þetta en eins og maður hefur séð að þá virðist Pútín vera ólíkinda tól og það ómögulegt að segja hverju hann tekur upp á. Þannig að þetta eru rosalega óvissu tímar og full ástæða til þess að vera vakandi og þetta er bara þetta er einhvern veginn svona þetta óhugsandi eiginlega gerðist og maður eiginlega hálfpartinn bara lamast við tilhugsunum það að það sé verið að ráðast að fólki og sprengjurefni gangi yfir saklausa borgara hérna bara í næsta nágranna við okkur. Þetta er bara maður eiginlega bara hálf lamast en það er náttúrulega ekkert hjálprætt sko. Við þurfum að halda áfram okkar og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að það sem við getum gerst þessi litla þjóð til þess að hjálpa almennu borgurum. Ég held að það sé kannski fyrst og fremst að snýra okkur. Sonja, þú ert að leysa kynjahallan í samfélaginu áðan, má bjóða þér að leysa Úkraínu? Já, ég man ekki hvort ég var að hlusta á sko New York Times og það var svona einmitt pælingin hvort þetta kæmi allt út frá eitraðri karlmennsku eða hvað það væri en ég segi eins og þú að saga sýnir að konur eiga nú þetta líka til að vilja að því að flesti sérfræðingar eru svona þeirra skoðunar að megi markmiðið sé bara að byggja aftur upp stórveldið sko að ná því til sín. Þannig að þetta en það er auðvitað skelfilegt að hugsa til þess, ég veit ekki hvort að þessi tölurnar yfirleitt yfir sko mismunandi fjölda hermanna eða bara, þú veist, tækjabúnar, hvort sem það eru skriðdrekar eða flugvélar eða þyrlur eða kafbátar, milli landanna tveggja, Úkraínu og Rússlands. Þannig að aflsmunurinn er náttúrulega svakalegur, en kannski líka bara þessi hraði að því að margir náttúrulega svona gerður ráð fyrir að þetta innrásum myndi eiga sér stað en það myndi fyrst og fremst beinast að þessum hlutlausu héruðum en ekki eins og núna að það vel bara að reyna að ná landun yfir og hver einmitt staðan síðan út frá því við skynjum það að önnur lönd og sérstaklega NATO-löndin séu svona þau vilja styrkja með tækjakostnaði og einhvers konar fjármunum en það virðist enginn alltaf fara að koma þarna inn til þess að styðja við þau í baráttunni við að verja landið sitt og þá er spurningin eða verður sko einfaldlega bara valdarán eða yfirtaka hvað gerist þá í framhaldinu þú veist hver þá fyrirstaðan ef þetta er þannig að það bara komið mikil með sko brjála þá bara ná aftur upp í gamla stórveldið eða jafnvel enn meira hver þá fyrirstaðan að gera þetta við önnur lönd sko og hvað endar þetta þá? Ég var fyrir nokkur síðan að þá var áhugaverð greining að þá verða að horfa til þess að þeir þyrftu að fara fljótlega af stað Rússar af því að þegar það byrjar að vora að þá koma þeir ekki skriðdrekunum inn í landið og það fór maður að velta fyrir sig líka sko er hluti af hraðanum
þessi auðvitað bæði náttúrulega að koma óvart og gera þetta nóttu til og allt þetta, en er það einfallega, þú veist, það er svo margt sem að spilar inn í aðstæðurnar og margir sérfræðingar auðvitað líka bert að þið voru að tala um efnahagsþvinganirnar, að svona almennt séð þá virki það best ef þú ert byrjaður á þeim áður en að stríð hafið og mér minnir hann að hafa sagt þetta Sigurður forstöðumaður Hagfræðistofnunar að rannsóknir sýndi að það væri kannski svona þriðjungur af svona efnahagsþvingunum sem hafi virkað í gegnum tíðina. En það sem auðvitað hluta til verið að veðja á núna að með því að setja hömlur á ólígarkana að þeir svona búið til aukinn þrýsting á Pútín. En svo líka stendur eftir spurningi verður hlustað á einhvern í þessum aðstæðum, þú veist, og þegar maður veit ekki loka takmarkið. Kannski takmarkið það að koma á viðræðum til þess að verja austurhéruðin. Þannig var söguþráðurinn í Georgíu að rússneski herinn óð þar inn en samdi síðan þau héruð sem að Pútín taldi sig vera að verja. Það náttúrulega Úkraína klofið land og það er erfitt að finna þarna eitthvað jafnvægi og þannig að vonandi finna þau það þarna úti. Það sem mér finnst hins vegar kannski bara svolítið svona ekki áhugavert heldur svolítið hræðilegt. Það þetta bara ástandi sem búið að vera bæði í Póllandi og Ungverjalandi og þetta auðvitað búið að vera hálfgerð stríðsástand núna nokkurn skeið og það alveg ljóst að þarna þessi púðurtunna búin að vera síðan 2014 í austurhluta Úkraínu, þannig að þetta ekkert eins og þetta komi algjörlega óvart, Mér finnst þetta að vera frekar eitthvað sem að maður jafnvel búin að búa sig undir og upplifir að það sé einmitt komin að því núna að velta vöngum yfir því hvernig þessi nýja Evrópa ætlar að verða, sérstaklega í ljósi þess að Evrópusambandið búið að vera að liðast svolítið í sundur og veiran auðvitað gerði það líka að verkum að svona, flóttamannastraumur og ýmislegt annað sem við þurfum að fara að takast á við, Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að við bara verið að skrifa dag frá degi en ekkert endilega nákvæmlega búið að setja endamarkið fram, því ég held að þetta sé ekki bara Pútín sem á einhverjum hreyfi buxum, heldur mörg önnur Evrópuríki líka. En að því að við erum að tala svolítið um kvenfrelsi, þá það náttúrulega eitt af svona stóru sögurnum í þessu að við fall Sovjet og Austur-Evrópu og sókn Evrópusambandsins og NATO til austurs, að þá hefur það ekki leitt til aukinna kvenréttinda. Konur í vörn í Ungverjalandi, í Póllandi og bara í mörgum af þessu löndum, þannig að það eins og og í Rússlandi líka, að það sem að var innan Sovétríkjanna, og ég ekki að mæra Sovétríkin eða Stalin eða neitt, að þá var til dæmis menntun kvenna langt á undan á Vesturlöndum og ýmislegt svoleiðis, en þegar að Sovéti fer og nýfrjálshyggjan kemur þarna inn og svo fasisminn í kjölfarið og innan Evrópusambandsins og svona, þannig að erfitt að vera að tala um Evrópusambandið sem boðbera mannréttinda og frelsis á meðan að Ungverjaland og Pólland eru þar inni, að þá bara kvenfrelsið að grotna þarna niður. Er þetta ekki eitthvað sem að íslensk stjórnvöld getur til dæmis verið að adressa og verið að starfa í ef að vera að tala um að okkar hlutverk sé fyrst og fremst eitthvað svona mannúðar og mannréttindabarátta, að taka höndum saman með konum sem að verða fyrir þessu bæði í Austur-Evrópu, í Rússlandi og reyndar bara inn í miðjum Bandaríkjunum líka, Hvað segir það? Jú, ég tek undir það. Ég held að þetta sé einmitt eitthvað sem við þyrftum að skoða í frekara samhengi, og ég held að við höfum auðvitað verið að vekja athygli á hnignun kvenfrelsis til dæmis í Póllandi og Ungverjalandi, þannig að þetta eru svona hlutir sem að við getum ekki bara þurrkað okkur hendurnar af. Þetta að gerast í Evrópu og þetta eru Evrópskildi sem eru í hættu, þannig að við getum ekki bara sest og sagt að fasisminn sé eitthvað sem bara annars staðar, Nei. Þetta nefnilega málið, að það verið að grafa undan mannréttindum sem eru vörn einstaklingsins fyrir til dæmis meirihluta ræði sem að væri alveg hægt að tengja inn í Úkraínu. Það var mikill vilji inn í íhaldsflokknum breska þegar þeir voru sveiflast yfir í Brexit að segja sig frá mannréttindadómstólnum í
í Evrópu, vegna þess að þeir bara settu sig ekki við það, að þar væri verið að verja mannréttindi íbúana. Þeir settu sig bara ekki við það. Herðu, stórfréttin sem hefði kannski verið í vikunni var það að það búið að aflétta öllum sóttvörnum á Íslandi. Ég veit ekki hvað maður að gera eins og þetta náttúrulega verið svolítið lengi á leiðinni og það voru 4.000 og eitthvað sem að meldust með COVID í gær þó svo að það hefði helmingurinn farið úr röðinni og hætt við að fara í prófið vegna þess að það hefði enga tilgang lengur. Þannig að veiran er á blússi hérna yfir, ég veit ekki hvort þetta var planið en við erum kannski heppin eins og bara jarðarbúar að fá þetta ómikrona afbrigði sem að viljið vera bara ókeypis bólusetning því að bólusetningi virkaði ekki. Kannski má maður fara að segja það núna að fyrst var sagt við okkur að það veri 95% vörn fyrir því að smitast en síðan á við þurftum að fá 2 sprautur svo var sagt að það veri bara 60% vörn og við þurftum 3. sprautina svo var sagt að nei, það er engin vörn fyrir að smitist ekki það smitast alveg eins og verður bara minna veikur þannig að þú veist, kannski komin tíminn til þess að fara að horfa yfir þetta tímabil svona, hvað var eiginlega svona sem gekk á er þetta tímabil sigurs, unnu við veiruna eða stóðu við saman eða hvað, hvernig þeir horfið tilbaka yfir hann tíma, það var þólega gríðarlega átök og mikil átök á mörgum stjettum sem eru hér, kennarar og sjúkraliðar, það gengur í gegnum bara fáránlega erfiða tíma. Hvernig þeir horfið tilbaka, segjum þetta sé búið, kom ekki einhver anskotans afbrigðið af veirunni aftur og setja allt á hvolf. Hvers konar tími var þetta? Já, þetta, má ég svara þessu? Já, byrjum á sjúkraliðum og kennurum. Já, sko, þessi tíma hefur verið ofsalegt lærdómsferli, veist, þetta er ekki bara, þetta eru miklu erfiðleikar og þetta hefur verið líka svona tími þar sem að reyndi á mikla samstöðu og við fórum í gegnum þetta saman. Og í mínum huga er þetta ekki búið og ég held að það séu bara eiginlega of snemmt að segja, veist, að horfa tilbaka á þessum tímapunkti því að ég held að við séum akkurat á þeim stað núna að svona má segja heimilin í landinu þau fara svona smá saman að verða svolítið svona einangruð bara með sína sjúklinga heima hjá sér, það er svona heimaviki, þetta er svona flensa og fólk er ekki í vinnu og heilbrigðisstofnanirnar út á landi, þær eru svona alveg á þolmörkum og svo náttúrulega Landspítalinn komin á neyðarstig. Þannig að þetta er ekki alveg búið en svona, já, þegar maður ætlar að horfa alveg bara til byrjunar, þetta er náttúrulega 2 ár síðan að við stóðum í þeim sporum að fara bara til dæmis sjúkraliðafélagið var að semja kjarasamninga í mars fyrir 2 árum síðan og það var búið að boða verkfall og þá þetta var sem sagt á þeim tímapunkti að við ætluðum bara að fara að skella í lás og reyna að beita okkur fyrir hærri kjörum fyrir sjúkraliða að þá kemur náttúrulega til okkar beiðni frá ríkisstjórninni og landlæknisembættinu það hvort að það væri nú ekki hægt að reyna að gera eitthvað í þá átt að hnika til þessari fyrirhugaði verkfallsboðun af því að þessi heimsfaraldur væri að skella á og þetta væri ekki hægt að fara í verkfall með COVID smitaða engin vissi náttúrulega hvert myndi leiða okkur. Þannig að þetta er eins og segja, þetta er búið að vera, það hefur reynt alveg gríðarlega á bara okkur öll sem að bæði erum þarna í þessari framlínu og svo náttúrulega bara fyrir þjóðina sem heild. Og ég held svona að við getum verið svolítið stolt af því bara hvernig við fórum í gegnum þetta saman en þetta hefur náttúrulega kostað alveg gríðarlega mikið svona á þolrifin og þrek ákveðna starfsstétta í landinu. Og ég er svolítið undrandi sko yfir þessara afléttingu núna af því að mér finnst að heilbrigðisráðherra sem á náttúrulega fara með málaflokk heilbrigðismála, hann á að standa vörð heilbrigðisstarfsfólkið sitt. Mér finnst það svolítið gleyma því. Og það hefði mátt gera þetta kannski í pínulítilli svona ekki skrifa alveg svona til fulls á þessum tímapunkti. Þorgerður, var þetta stríðið sem að gerði konurnar okkar þreyttar? Já, konurnar þreyttar. Ég held svo sem að þetta hafi einmitt eins og þið eru að nefna. Þetta er ekki búið. Við verðum átt okkur á því að það er 700 kilometrar frá Reykjavík að Kópavogsskeri og
og það hefur sýnt sig í öllum þeim bylgjum sem við höfum tekið að þetta svona 2 til 3 vikur seinna út á landi. Til dæmis Norðurlandi hefur verið 2 vikum seinna að fá smit heldur en höfuðborgarsvæðið og núna allt hérna á öðrum endunum, til dæmis á Austurlandi sem hefur verið meira og minna laust við veiruna. Þannig að því þú nefndir þetta ókeypis bólusetning, já líklega munum við öll veikjast af þessari veiru og sem betur fyrir þetta ekki dauðadómur í dag fyrir stæðstan hóp sem fær veiruna, heldur bara vont kvef, en eftirköstin eru hins vegar eitthvað sem við eigum eftir að átta okkur á. Það eru mjög margir sem tala að eftirköst veirunar séu órannsökuð og það eru eitthvað sem við vitum ekki hvað gerist, en lærdómsferli fyrir kerfið, já ég held að við verðum að átta okkur á því að þarna sýndum við svo og sönnuðum að við erum með afskaplega sveigjanlegan vinnumarkað. Við erum með fólk sem tekst á við verkefni og gerir það saman eins og Sandra var að benda á, og skólakerfið sem dæmi, grunnskólinn starfaði allan tíman meðan á faraldrinum stóð. Í flestum ríkjum heims að þá var skellt í lás og börnin send heim, en grunnskólinn stóð vaktina. En við urðum hins vegar að tileinka okkur tækni sem að má segja sem svo að verður okkur lærdómur. Sem dæmi að þá sittum við núna og erum að tala saman í beinni og erum að notast við fjarfundabúnað sem að ég held að fyrir bara 2 árum hafi verið á fárramannafæri, en núna erum við öll að fást við fjarvinnu og fjarkennslu og fjarsamtal. Og ég held að þessi tækni sé þess eðlis að það mun breyta ekki bara hvernig við eigum í samskiptum og hvernig við tölum saman, heldur líka mun jafnvel auka störf án staðsetninga. Ég held að þetta verði byggðarstefna sem hægt að byggja á og núna sér maður að það verði að auglýsa störf án staðsetninga og til dæmis dómsmálaráðherra setti fram að hún ætlaði að byggja sitt ráðuneyti á því sérstaklega. Þannig ég held að Ísland eigi eftir að græða á því að hafa farið í gegnum þetta lærdómsferli og ekki síst fyrir það hversu fljót við erum sem þjóð að tileinka okkur nýjungar. Af því að við erum sjálfur sér öll við erum svo fá og við eigum svo auðvelt með að koma þekkingu til skila og þá til allra. Þannig ég held að hér verði ekkert kynslóðarmun að ræða, heldur munum við öll geta farið í það að taka þekkinguna sem að þessi faraldur gaf okkur, ekki bara faraldsfræðilega og hugmyndafræðilega og hugtakarlega og allt þetta, heldur líka hvernig við getum nýtt á tækni sem að til staðar og gert það verkum að breyta til dæmis byggðarþróun og það gæti til dæmis komið inn á þetta sem við ræddum hér í upphafi húsnæðis mál og annað. Ég held að fólk eigi eftir að fara að búa dreifðara á Íslandi og vinna í gegnum þá störf án staðsetninga með ríkari hætti. Þannig að við lærðum margt, takk. Okay. Steinunn, félagsráðgjafar hafa einsýn inn í þá hópa sem að standa kannski veikast tímabundið eða bara til langra. Hvað er þessi tími þegar horfið tilbaka á þennan tíma? Er þetta góðu tími, hörmungatími? Er þetta tími þar sem við komum sterkar út? Erum við betra samfélag núna en við vorum fyrir 2 árum? Ég vil taka undir með Þorgerði. Þetta er alltaf búið að vera mjög mikið lærdómsferli og félagsráðgjafar eru í framlínu og eru að sinna lögbundinni þjónustu hjá sveitarfélögunum og eins og til sinni félagsþjónustunu og barnavernd og það náttúrulega fólk þurft að læra mjög hratt ný vinnubrögð. Þetta er bara kollvarpa því hvernig þú vinnur og til þess að tryggja það að halda órofinni þjónustu fyrir viðkvæma hópa. Þannig að það var í mörg horn að líta og þetta var svona eins og að eins og leikrit án handrit, fyrsta bylgjan og svo gekk þetta tilbaka og svo var þetta að taka þá tilbaka. Þannig að
þetta var mjög mikið og stórt lærdómsferli og ég held að þetta muni nýtast okkur áfram þetta nýja kerfi sem við lærðum með eins og með fjarþjónustunni og leiði til þess að sinna viðkvæmum hópum á annan hátt eins og til dæmis Reykjavíkurborg reyndi í COVID-inu varðandi velferðartækni að vera með sem sagt bæði símaheimsóknir og skjáheimsóknir til þess að rjúfa félagslega einangrun en það verður sannarlega verk að vinna. Það eru þeir hópar sem standa höllum fæti og eru veikari fyrir og einangruðu sig og nú búið að lyfta í raun og veru öllu takmörkunum en það alveg viðbúið að hópar sem eru veikari fyrir svo eldri borgar og jafnvel fatlaðir muni halda áfram að halda sér svolítið til hlés meðan að veiran að ganga yfir núna. Það er þetta mjög mikið smitt og það eru margir sem að muni reyna svolítið að halda sér til hlés og við þurfum að það mun verða verk að vinna að hjálpa fólki að stíga eiginlega tilbaka. Það hefur á raun og veru aukist ákveðin félagslega einangrun í þessu ferli og það gerist ekkert 1, 2 og 3. Það þarf að hjálpa fólki að stíga aftur af stað út í samfélagið. Þannig að það hefur verið sagt víða heim að COVID hafi dregið fram svona ójöfnuð í samfélaginu og veikastöðu þeirra sem standa veikast. Hefur þú tilfinningu fyrir því að farsóttin hafi dregið það fram hvað við erum raunverulega eða hvað öryggisnetið okkar mætti vera þéttara? Ég held reyndar að veiran hafi sýnt okkur það að við á Íslandi eigum mjög gott öryggisnet og það eiginlega bara með ólíkindum hvað þetta gekk vel með þessar aðstæður og það sýndi sig sannarlega. Við höfum mjög þétt og gott net. Bæði náttúrulega kannski nágrannar stóðu saman, hverfi stóðu saman, félagsráðgjafar voru til taks og litu til með þeim sem að hefðu þá engan annan til þess að aðstoða sig. Þannig að ég held að veiran hafi sýnt okkur það að við höfum mjög gott net og það virkaði í raun og veru ágætlega þó að alltaf megi gera betur. En þetta ekki búið, þetta langt frá því að vera búið og við erum bara þessar afleiðingar eftir þessar aðstæður sem sköpuðust í tengslum við veiruna að þetta við erum bara rétt, við erum bara að sjá toppinn af ísjakanum. Við erum alveg eftir að sjá það hverjar raunverulegar afleiðingar verða og það er viðbúið að þeir sem standa höllum fæti og veikasti standa að þeir eru í meiri áhættu og við þurfum að huga sérstaklega að þeim. Sonja, við leyfum okkur það að vera að horfa aftur að þetta séu tímamót. Það eru líka bara 2 ár liðin frá því að þetta byrjaði allt. Þetta hafi verið svo fyrsti sem dó á Íslandi út af COVID hafi verið 22. mars fyrir 5 árum. Komum við út sem sterkara samfélag? Pólitíkin betri? Erum við góð í því að horfast í augu við vanda og bregðast við? Sýndi þetta að við væri gott samfélag og styrktust við á leiðinni? Ég vildi geti enda þetta okkur svo jákvæðum nótum, ég ekki alveg nú sannfærðum að við séum þar, en ef ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýn, að þá upplifi ég núna að það sé bara svona svolítið langþreyta og ég vil bara svona pyrringur í mörgum, þannig að mögulega þegar núna, segjum að þetta sé endalokkin, við skulum bara lýsa því hérna yfir, haldi þá von, að þegar fólk aðeins búið að fá tíma til að jafna sig, að þá vona ég einmitt að við náum að líta tilbaka og svona gefa okkur aðeins betra svigrúm til þess og hugsa hvernig samfélag viljum við byggja til framtíðar. Af því það alveg ljóst að þetta hefur dregið fram ýmisatriði. Ég meina sumir einfaldlega bara græntu á veirunni, þú veist. Þeir sem voru að kaupa sér hlutabréf eða bara út frá fasteignaviðskiptum. Og síðan sáum við þetta að fólk sem lendi langtíma atvinnuleysi eða enn að það mun eiga brattan að sækja og sömuleiðis þessi hópar sem við ræddum hérna í byrjun sem að standa höllum fæti. Þannig að ég vona að því að þetta var svona, hvað maður segja, að byggði svo mikið á samstöðunni
Við vorum sannarlega ekki öll í sama báti samt, þó að einhverju vil halda því ennþá fram. En ég vona að það skilja einhverju til framtíðar. Að við viljum hugsa betur til næsta manns og tryggja að allir búi við mannsæmandi lífsskilyrði. Þetta var allt eftir að koma í ljós, hvort að COVID var bara vondur draumur, að við rökkum allt í hennu upp eftir nokkra daga og allt verði eins og var áður, eða hvort að þarna sé mikill lærdómur eða kannski óleyst verkefni og allt svolítið. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Við erum að koma hérna í þessari stóru fréttaviku. Við leyfðum okkur nú að tala mest bara kvennabaráttu. Sonja Þorbjörnsdóttir, formaður BSRB, Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands, Þorgerður Laufey Eiríksdóttir, formaður félags grunnskólakennara og Steinunn Bergmann, formaður félagsráðgjafa Félags Íslands. Kærar þakkir fyrir ykkar framlag og hlustendum fyrir að staldra hérna við. Ég ætla að vekja athygli á því að á samstöðunni hér á eftir verður klukkan 2 verður masterclass í aktivisma. Það Katrín Oddsdóttir sem að mun bætast í hópinn og segja frá sinni baráttu, líklega mest fyrir nýrri stjórnarskrá. En áður hafa verið í þessari sirpu Hörður Torfason og Sema Erla Serdar og Öfgar og svo mun þetta halda áfram. Þetta klukkan 2 á samstöðunni. Ef þið viljið koma og hitta Katrínu þá getið komið í Borholt 6 og hlýtt á fyrirlestur hennar þar og tekið þátt í því. Klukkan 3 verður síðan útsetting frá fundi Ögmundar Jónassonar á Hótel Borg sem að ég man ekki fljótu bragði hvað heitir, en þetta gert að tilefni þess að það eru 25 ár síðan hann var með samskonar fund á Hótel Borg með það sem hafa verið að svona meta hvaða möguleika vinstrið hefði á árunum þar og eftir þetta. Þá var það nýfrjálshyggjan var svona að taka allt yfir og nú nýfrjálshyggja dauð sem hugmyndastefna en hún heldur áfram völdum, þannig að það verður gaman að heyra hvernig Ögmundur metur þetta. Þið getið hlustað á þetta á samstöðinni á síðum samstöðunar á Facebook eða YouTube, en það líka að fara niður á Hótel Borg. Það opið fundur og enga takmarkanir ef þið viljið hlusta á Ögmund og taka þátt í umræðunum þar. Samstöðin vettvangur fyrir samfélagsumræðu. Hér eru ýmsir þættir, hér vinnuskúrin og ég líka með rauðaborðið og hér eru margir fleiri þættir. Ef þið viljið hjálpa okkur að þá getið þið ítt á takka hér ef þið eru að horfa á YouTube og gert áskrifundur. Það hjálpar okkur við að ná aukinni dreifingu, líka ef þið bara lækið og gerir það sem fólk gerir á samfélagsmiðlum. Þið getur líka gengið í alþjóðfélagið og borgað andvirðið 2 kaffibolla á mánuði. Þeir peningar renna beint í dagskrárgerða fólk sem